með nýja fucking panorama skjáin sinn. Það dísa svona, það sé bara Þetta er svo markið, sko. sköft á Twitch, sko. Þetta er svo ógeðslega asnalegt. Ég veit það, alveg skjálfilegt. Ég veit ekki hvort það heyrist í okkur eða á streymina. Það getur vel Góðan daginn, velkomin á streymið, við erum komin í leikinn. Og kvöldið, Með mér er Bergur sælir. og við erum að horfa á TSR á móti Hendaköllunum. Hendaköllunir eru í Arena að spila, allir 6, 5 spilarar og Moisla þjálfari. Og Moisa, coach Moisa. Já, við fekk að þess að hitta á. Ok, nice. Og hvernig voru það stundir? Jú, bara vel, ég hittir hendur eiginlega bara Moislu, þeir voru í uppbyrðunuleik síðan, strákanir. Ok. En já, TSR taka sanging, klassíst, Bara... bara Spik, það er lítið öflugt. allt eiginlega bara metahetjur, bannar og svona Að litchin. taka út litchin hans Polls. Já, ég fekk að Signature litch. rætta þessu pollin á hann og hans segja mér hvað þetta er broken hetja og þetta er hetjin sem kom honum upp í Immortal. Já. Og Íslandsdreikinn, það er ekki bara næs. Íslandsdreikinn er... Já, mér finnst að Íslandsdreikinn er solid endakalla pick. Þeir hérna... Mér finnst að passa vel við... Þú veist, að þeir eru lið sem að... Þú veist... Þeir eru alltaf að fara að geta spila þessi gennum þessu teamfighta, sko. Það er mjög mikið styrklingin þeirra. Þeir spila vel saman og þeir eru alltaf... Þú veist... Ef þeir eru eitthvað afturfótunum þá er alltaf sens að koma, þú veist, aftur inn leikinn bara með einhverju góðu svona 5v5 spili, sko, þannig að... Já, einmitt, alveg rétt. Dreki náttúrulega er svona góð staple hetja með mjög hátt, þú veist, performance floor, hann venjulega, þú veist, það er mjög erfitt að vinna hann í lane. Já. Hann provider alltaf í rauninni AoE stun og damage í teamfighta sinna. Svo náttúrulega góður að pusha lanes, tanki, solid hetja.
einmitt. En Hann er náttúrulega aðeins já. meira takki en maður á von á, sko. já, það er Og ég hef líka alveg séð Jack Hero kaupa 1 eða 2 bracer, sko. Það er bara, þetta virkilega að committa resources í að drepa hann gæja í teamfightum, sko. Þú veist, í Já. midgaminu. Já, ok. það gerja. Strax Centaur getur náttúrulega keypt pípu bara ASAP. Já, en en það er ekkert, þetta er ágætið svona upplegg hjá andaköllunum, en það er ekkert ennþá til að, þú veist, sem ég sé til að díla við Sun Kingin minn, sko, því að Nei. Sun King heiti ég bara svona svolítið eitthvað, þú veist, þú þarft að, mér finnst þú þurfa að hafa eitthvað plan til að setja hann niður, sko, mér finnst hann alveg að vera það öflugur og, þú veist, ef að hann er góður í, hann er ógeðslega góður í langum fætum, hann er ógeðslega góður á farma, hann er ógeðslega góður í að counter-initiata og ef þú ert ekki með eitthvað til að drepa hann, þú veist, ég held að það, þú veist, það er gott að geta, ef þú getur drepið hann í einu BKB til dæmis. Já. Það er líka bara vesen á leyninu, sko. Það er ekkert margar hitir sem díla við hann á leynu, sko. Já. Og í minni reynslu... Ég myndi segja að þetta sé svona smá andaköllum núna í þessu drafti að finna 4. og 5. pick sem að er eitthvað gott solution á þessa hetju. Og í minni reynslu finnst mér hetjur sem að geta eiga gott legin á mótanum er bara eins og Earthshaker til dæmis. Þú getur deniað creepum og þú getur harassað út, skilur. Já, þú voru að spila Earthshaker mótið í ánum mitt matchupir, þú veit, er það ekki í innhási? Jú, og í skrimum og svona, jú. Já, Earthshaker lukkar alltaf lagi á móti, sko, að það náttúrulega, að þú bara eitthvað líka fljótur að Þú vilt hlaupa. fá þetta á 1-1 matchup samt eða ekki, til að geta búlið hann. Já, ég er að tala bara í leyninu, sko, mitt. Já. Og svo líka bara hetjur eins og... Þetta er náttúrulega líklega, sko, þetta er líklegast... Nei, byrju. Nei, ég veit ekki hver er að spila hann Sun King. Það er örugglega Axarinn, er það ekki? Blísi er mitt eða Jú, eitthvað. Axarinn er mitt, sko, vanlega. Hann hefur verið að spila mitt, já. Já, ok, já, ég skil hvað minna þá. Okay. En sko, já, taka puck. Ég veit ekki alveg nóg mikið þetta, þú veist, hvernig þeir leyna TSR, sko. Þeir eru náttúrulega bara búin að spila eina seríu, held ég, er það ekki? Jú, ég held að, en sko, King Chris, Curry, Pollur, 5, Lisi var hann hvort þristur eða fjarki og Manson þristur eða fjarki og Axarinn var mitt. Mansonur eru fjarki, sko, ég veit það. Já, það er Blísi þristur og Axarinn mitt. Já, þú veist, það gæti alveg verið að Mansonurinn spila líka eitthvað þrista en ég held að hann er aðalega fjarki, sko. Þetta er heldur... Og eitthvað svona dót, sko. Já, sko, Jellyfish er að spila núna hjá Hundaköllum. Er hann ekki bara fjarki og Rufal og mitt? Ég held að þetta sé Rufal og puck, en þetta er ekki góðið puckleikur, sko. Finnst mér. Það er ekki mikið til að dodga, það er með mikið af og ídrasli og síðan bara, þú veist, gæðarnir eru allt og tanki í TSR og myndi ekki ná að gera neitt við þá, sko. Mér finnst endakallinni mér finnst TSR vera áttadrafta endakallina eftir núna, sko. Þú veist, þeir líka þeir gefa Sun King Abaddon sem er, þú veist, þessi Abaddon hérna er viðbjóðslega busted á 5-unni og hún basically hjálpa Sun King að gera, þú veist, hún hjálpar að covera eina veikleika Sun King sem er bara, ef þú ferð að góða ráðan með stiplum og reynir að chainstorna hann. Þú veist, og þetta er alveg gott line-up í endakallunum, sko, en mér finnst bara eins og sé meira potential á þessu TSR line-upi bara, eða þú veist, ég hugsa bara, já, þannig kemur Mars inn að þetta er Sun King mitt. Mars líka geggja pick móti Centaurnum, sko. Já. Og Lúnu þannig sé líka fínt lane og góður líka í teamfightunum. En sko, já, ég veit ekki, þessi puck er ekki að fara að gera neitt nema split push held ég og, þú veist, hann ger bara ekkert við hitjurna á TSR. Ég held að Hundaköllin hafa bara farið í... Hann getur cancel að snap öll í, þú veist, hann getur silence á Sun King. Silence Abaddon, ég veit ekki, en það er ekkert mikið meira, held ég. Ég veit ekki, kannski er... Þú veist, þá er ekki eitthvað, þú veist, Sun King stone er einu svona super reliable dótið á mótunum til að ná honum. Já, en þú veist... Þú veist, það er alveg eitthvað potential hérna, sko. Já, ég veit ekki, þarft að ná honum. Já. Ég veit ekki. Maður getur bara ignora puckinu með 4 strength og universal hetjur, allir tanki, puckin gerir ekki neitt við, sko.
Ein pæling er þetta með þetta TSR-lega, af því að Axarinn er Mars-spilur þeirra, nema að Blísi spilir líka að Mars, allavega er Mars mjög mikið Axara heitja. Já, það gæti alveg verið eitthvað að skipta svo milli sín, middinu og offlaneinu, sko. Já, mér líður nefnilega eins og Axarinn hafi spilað eitt leik af Mars mid, sko. Ég vissi það einu sinni, en ok, þetta kemur í ljós. Þeir þurfa ekki að peka carry allavega, þannig að svona frekar hlut, já, þeir eru komni með trækórið sitt á endagöllunum og eru að fara að pikka, þeir eru með lastpick á support sem að, já. Ég veit ekki alveg, hvernig eru þeir að setja þetta upp samt? Hver er carry hjá þeim? Beginner carry eða hangdæri carry og hver er þá að spila center? Hver er þá að spila center? Beginner? Beginner eða Jelly. Ég held Jelly fjarki. Já, ég held það líka á Riffle og mid úrlega. Þá er Riffle sé vanlega fjarki núna. Ég veit. Allavega fyrst ég tók að pakkin, sko. Súlandir er ekki, já, þá, já, mér finnst það, ég held að það sé. Fuck, mér langar að horfa á Súlandir, sko. Ég nann ekki að streymi sig ef ég er ekki að horfa á Súlandir, sko. Smá fucking rough að missa Súlandir, sko. Hann er búinn að vera að óna í öllum leikjunum. Já. Líka gæti verið mjög næs að fá eitthvað Súlandir pop eða eitthvað á móti. Ég veit ekki alveg hvað heitir nætt spilandi Sun King sem var góð, en þú veist, bara eitthvað dominanti mitt. Kopp er fín, sko, að þú ert líka með nade núna og koppa og þú veist, þú tankar þetta magic damage og þú skila frá þig líka spell damage. Já, það meit. Og líka bara að þú getur, þú veist, Sun King er aldrei að busta í þessu stunnu, sko, bara blinka burt og já, það meit. Öðvöld með að lasta þetta, öðvöld með að ganka, miklu öðvöld að ganka sem kopp heldur að Sun King og búa til pressu. En já, ég held að hendakallinni séu frekar að drafta meira comfort og TSR eru frekar kannski að pikka hetjur sem að svara þeim vel að Ursa. Ursa og Gengris. Banna Alchemist frekar en Ursa. Fínt, gott matchup móti Lúnu, gott matchup móti Centaur. Já. Þó að, þú veist. Og Puck líka, þú veist. Já. Já, þú veist, kaupir alltaf bassir á þessu, nærið bassi á hann, þá er hann dauður. En þú þarft náttúrulega eitthvað stönn, eða kannski gott að hann getur borstað nýja í stönni, en þú veist, það er náttúrulega ekki góð heiti til að hotsa hann eitthvað mynd, en... Taka Puck Jelly er spögna, ok, já, ég fíla það. Jelly er góð Puckna-spilari. Já, þetta er gott Puckna-pick, sko. Já, minnst það gott Puckna-pick, sko. Gefið þeim heal, þá er þeim með eitthvað svona stein geta fæta, tekið langa fæta. Já. Og já. Ég veit ekki alveg, þessi leikur er smá svona, mér finnst þess að TSR vilja spila mjög mikið svona hlaupa á það og allir í hrú eitthvað hlaupandi á hangdæti. Og mér líður eins og þeir séu endakallinni séu ekki með alveg nógu dótið til að stoppa og einhvern veginn halda þeim eða svona disengagea, sko. Þó að reyndar er Centaur allir mjög gott, en... Já. En svo held ég að þetta snúist rosa mikið bara, þú veist, maður getur talað potentially á Sun Kinginu allan daginn, en svo fer bara eftir, er Sun King spilarinn góður, kann hann að maximæsa, eða þú veist, kann hann að fá allt sem hann getur fengið úr heitvinni sinni, sko. Þannig að ef þetta er öflugur Sun King spilari, þá held ég að hann geti átt mjög góðan leik hérna, sko, en sjáum hvað setur. Hann er samt með sníl og snappvæðir, sko, það er frekar galið. Já, Mansonun er frekar crazy að vera með sníl, sko. Klikkar skiln. Já, þeir eru með 4 meelees á þessar. Já, einmitt. Já, eitt samt, ég ætla að segja eitt, sko, því að við erum náttúrulega búin svo vel að vera með stats núna, við erum með tournament ticket sem er geggjað. Centaur er highest winner í teitin, held ég, eða fyrir utan Furion held ég með alla wins eða eitthvað, en er ekkert, það er eiginlega bara, það er ekkert það mörg lið sem er að spila hann, en Centaur er held ég mest, er svona mjög mikið pikkaður og mjög successful. Ég held að það var mest pikkaður, nefnilega, ég held að það sem flestu pikkinn sem fór. Ég held að hann sem er mjög hátt vinnari líka, sko, þannig að, og ég veit að beginner, sko, málum með beginner er mjög góður á þessum, sko, beginner er mjög stable offlaner og hann er mjög góður á þessum strength, svona initiative gæjum, af því að ég hef svolítið séð á, þú veist, hann fær mjög oft bara eitthvað svona frekar léleg lanes, en hann á eiginlega alltaf, þú veist, góðan leik. Það er mjög erfitt, þú veist, það er mjög erfitt að svona sjötta honum alveg niður. Þetta er hverjum? Beginner. Já, einmitt, já. Þú veist, hann er mjög, mér finnst hann vera mjög svona stable þristur. Mér finnst
mér finnst Byggin er frábær spilur, sko. Hann er alltaf svona, mér finnst hann aldrei verið að stompa en hann er heldur aldrei stompaður. Hann er bara ógeðslega consistent og stable og Já, skilar alltaf því sem þarf, sko. og sérstaklega mitt á þessum, hann spilar, ég held hann spili aðalega svona þessar initiator hitju, sko. Þú veist, Centaur og náttúrulega Clockwork þegar hann var að spila fjarka. En það er hérna, er farin í triangulinn, Manson er að finna á. Vector getur náða að slóa hann. Þeir skóa á Abaddoninn, hann við skjöld. Þeir eru smá þeir voru ekki alveg vissir hvað þeir vildu gera þarna á endakallinni. Þeir vildu ekki fá hann snapp þó þeir hefðu kannski getað náða hann, sko. Voru kannski smá hrættir við að Ólað 5-5-5, en ég held þeir sem er betralega leitt, já. Já, þetta er kannski eitthvað stress hjá mönnum. Já, það er líka að segja það. Lefa leitið á, þú veist, þær er ekkert það gott. Örsa er ekki góðlega leitið, já, og Sanking er ekkert það góður heldur. Nei, mitt. En, já, en jú, menn eru stressað líka og ég skil alveg að committa ekki hvað sem er, sko, þetta var ekki draumurinn. Þú veist, þau breyka smókin á undan, svo. Smókin bygginirinn, að 5 manna góðan, þeir eru allir að lemja hann. Holy ravage. Hann er 4 manna stoppi, ok, hann aðeins pathingi fókar hann upp og kemur hann að blóðmur í rassin á honum. Hvað eru Facebook? Hvað eru Facebook? Sko, Facebook með horsepower er meta. Nei, mitt. Það er ekki meta, en það er... Var ekki, hver var þetta sem gera? XXS, mest based kínvíski offline-spilarinn, hann kaupir þetta, sko. Það eru, já. Hann kaupir bara eitthvað Windlace, Facebooks, 1 bracer dot, sko. Þetta er mid-mars. Já, mid-mars, einmitt. Og þeir eru með Snapfire, Sanking og Snappin Go var aðeins á Vector, en er bara að treyta hann. Já, Vector var lengur búinn Vector er að vinna þetta trade, sko. Já, allan daginn. Þannig að passa það ekki draga creepið inn. Nei, já, vandingum Sanking, þetta er það. Æjæjæj. Nei, kannski laga þetta langt. Nei, dregin er mjög hægur. Ok, mér lýst samt ágætlega á þetta safe lane hjá endaköllunum, sko. Luna, þetta er alveg hættulegt, sko. Alveg strong. Jack er náttúrulega að spila vel með öllum hitjum í leiknum, sko. Þannig að já. Hangdead er nörd, sko, sástu það? Nei, ég sá þetta ekki. Hann er nörd. Stunnaðan til að næja creepinu. Saman með Hangdead í Razorinn bannaðan hana. Mjög mikilvægt að banna það, veit ég, á móti. Það var góð topp á pollinn, en hann er löfðið ykkur með skjöldin sinn. TDE vann Hangdead í Razor á hann, sko. Shit, herru, en hann er ekki alveg svona tanki, hann deyr. Já. Ok, ég var búinn að gleyma, þetta er líka ógeðslega gott lane, þetta Centaur Pugna. Þetta er það sem að Batboom voru allt pikka alltaf einu sinni. Er ekki... Þú fær sko, við erum ridiculously sterkan timing á level 3 með level 2 Double Edge og hérna Decrepify. Já. Það er bara svona, þegar Pure var í liðinu, þá pikkaðu þetta bara alltaf og þetta var bara, þú veist, þeir voru alltaf að vinna liðinu á level 3. Það mitt. Axarinn helviti góður á middinu. En við veitum svo sem hvernig þessi Rúfalo-leikir fara, það gerist bara eitthvað random dót í laneinu og svo gerist eitthvað meira random dót í midgameinu og allt í henni er að vinna, sko. Spurning hvort það sé komin úr þessu fjarka mindset að má ekki deyja átján sinnum núna. Já, einmitt. Þá að vera í space, sko. Góður ég heitu til að deyja ekki, sko. Já. Eitthvað smá góð hérna bot, en ég held að það er nokkað meira. Já, hann er komið Grandmaster líka á Puck, sko, þannig að ég óskar hann bara til hamingju með það, sko. Hann var alltaf bara held ég level 29. Sér hvað þetta er mikið harass, sko. King Chris Ursa, sko, hann hefur spilað þess að heitu þó nokkuð oft í kraftalöðinni og nokkuð svona successful bara. Ég segja mest svona iconic King Chris heitinu séu eitthvað fætinn á topp, það er Lotus, Kurian deyri á Polli, Pollur setur þessu skjöld, Jelly turnar, fíkir bara sjálfan sig, Personal Lemmy, hann er ekkert að gera það mikið damage samt. Nei. 3 stökkum, 4 stökkum, Jelly, ok, Jelly getur það, hann misti ekki. Slóðar hann út, hann vantar 1 í viðbót. 5 HP maður. Já, frekar close.
Það er Blísi. Ó, hann deyr, nær hann, vel spilað hjá Lýsi fellur, já. endakrulunum. Þetta er bara long range ras hérna. Kannski var ég Blue að Sunbeam og Hero. gleyma á aðeins svo mikið í draftinu. Já, það byrjar ágætlega. Það er svona smá netverðslít á TSR sko. Moisla er náttúrulega nörd og hann var með þeim í að rýna drafta með þeim og svona. Já, einmitt. Hver er aftur, já, þetta er Brummi á móti Moisa í draftinu sko, það er Já. alveg hæp. Eða þú veist, ég segi ekki, þetta er góð bot, hangdæti í klandri, 2 stönn. Wow, hann rétt svo lífur. Rétt svo legur, ok, nice, Vá. fyrir hangdæti. Hann þarf að fjárfesta í einum hérna raindrop ACP sko, á móti þessu leini. Ég held að þið drepið á bara, núna, Já, ég geta góða sko, go. svo búið upp streamið svo ég sé chatið. Og svo ég vil sjá eitthvað fólk í chatinu. Ég nenni ekki lengur að lesa chatið sko. Ég er nefnilega að lesa chatið. Hvað þú gerir það? Getið fengið, er Smussi inn chat eða? Getið fengið eitthvað komment frá Smussi á hann leik? Er það góða Jellyfish? Já, Jelly er í klandri sko, ég held að nú ekki annað að hoppa. Hann er að dæfa hann sko. Já. Holy moly! Ó, ok, hann er hann. Hann ekki, ok, hann næra hann samt, en Kingris er samt frekar fokkt hérna, það var ekkert regen. Já. En það er kannski alltaf lægi, Jelly er samt að koma aftur. Já, ok, já, byggin upp TV base, ok. Lull. Já, hann var að regen, ok. Kingris er alveg með þetta. Young Pallur er náttúrulega immortal sko. Í kongurinn. Young Pallur, já, en... Já. Gott alltaf bara eitthvað gerast að leinu, já, Young Pallur er immortal. Já, það er sett. Bæðið sko þegar hann deyr og þegar hann drepur. En ég veit ekki alveg hvað planið er með hennar Mars mitt sko. Þú veist, núna, hvað ætlar hann að gera með þessu arína? Hann getur ekkert gert á móti pakknum sko. Nei, ekki mútið pakkinum með mitt, en hann Sildrún, getur örgulega gankað einhvern sidelines. Já, ég hugsa hann getur gankað bot sko. Já. Hann getur komboð með Sanking og snappaði mjög vel sko. Þetta lukkar eitthvað aðeins, af hverju fyrir ekki pakkin bara top? Pakkin Pollur með 200 HP sko, já. Þeir vilja farma milliðinni, alltaf lagi. Alltaf svona aftur upp, nei, rópa, ok. Ég held að það sé alveg tími til að breyka upp þessi leins, ég held að þeir ættu bara að fá að fæta með öllunum sínum þessi midgæðir sko. Já. Young Pollur kannski... 4 breystir á Landry. fucking beginner, holy pepega sko. Ó, vá, Young Pollur er bara... Dead. Hvað, er hann ekki immortal eða? Immortals. Can die too. Já, að vísu. Það er erfitt að fæta með þessi 1800 HP central á 7. mínúti sko. Já, hann var satt Young Pollur og næstu búinn að drepa hann með þess að sko. Veit Já. það. Já, fucking 4 breysir sko. Þetta er það sem ég vil sjá sko. Fólk er ekki að... Þetta er sem að vildara liðið þitt væri með. Já, fólk er ekki að kaupa nógu mikið af breysirum í þessari deil sko. Nei, ég ætla að sé lögum til því. Ég hugsa að average breysir á 10 hafa verið svona 15 í leik sko. Sammála, my neighbor Jattur og segir 5th bracer, let's go. Já, ándjóks sko. Það er sko, málið er náttúrulega bara, þegar þú kaupir 5 bracer sko, þá ertu að fara að kaupa 1 item og svo ertu að fara að place ykkur. Það er náttúrulega 2500 gull sko, ef þú ætlar að kaupa 5 breysir sko. Það er alveg kannski gott ef þú ætlar bara að ressa hart eða eitthvað sko. Það eru Blísi. Það er bara sami inventory ekki lengi. Já, það er ekki gott. Ekki kaupa 5 breysir, það er ekki gott. 4 er alveg pushing it sko. Það er bot hérna eitthvað, já, hann mistake, ok. Vektor er að rasa þetta botlane sko. Það er ekkert, já þeir eru alveg smá squishy þessir TSR-gæðir en að bot sko. Já. Ég er ekki alveg að svona, já, Sunking Power er ekki alveg, það er einhverju stakk samt á hægur einn, eða 1 stakk, ok. Því ef þetta verður svona passiv áfram þá getur náttúrulega mannsorinu bara stakka Insane-kampinum og Sunking kaupir hvaða item sem hann þarf að kaupa. Sko, það er náttúrulega líka dæmi með hann Sunking-eitjur, þú þarft að kaupa rétta fyrsta itemi, sko. Það er
Já, er það meina... Mjög oft er það Bloodstone, en það getur verið svo fucking ass að kaupa vitlaust item, þú veist, Já, ef þú kaupir Bloodstone og þú áttir að kaupa pipe first item, og þá tapar þú bara leiknum. það er mitt. Það er góð top samt. Fellurinn hendi blóðmör. Beginner fellir. Jelly vill þetta, já. Hann deyr út af... Botninum. Vá. Já, Ég held að Young Paul væri immortal, sko. Já, þetta er kannski einhver misskilningur. Það er bara vel spilað á Jellyfish samt líka að henda niður neðurvortun, sko. Náða hann þannig. Jelly pagnana blög. Deyr núna samt. Helviti, nú hvað er bot? Það er Axarinn er mættur. Axarinn er traustur Heyrðu, vinnur, en hann labba- finnur engan. Hann bara kloppaði þá. Jep, hann glópaði á þjálfarinn, fótboltaþjálfarinn sjálfur. Já. Gott splitt hérna, já, ég veit ekki hversu intentional þetta var, þetta var mjög gott. Já. Já, ég held þeir hafi séð hann, sko, á vortunum hérna. Puckin er að forma eins og brjólangur, hann ætlar Já. í late game. En Já. það er bara rétt múið það, þú Hann er veist. að fara fyrst að þetta Parasma líka, sko. Hann er að fyrir í Holy- damage. Holy Rufalo build, sko. No blink. Já. Og í sumum leikjum eins og þeir, ég held að lesa bara þannig að TSR er alltaf að fara að initiata á þá. Mm. Hann þarf ekkert blink til að, hann þarf ekki að initiata á neitt, sko. Ok, ég er bara, Ég, I believe it when I see it. já, veist, ef það er planið hann, sko. Þú veist, það er alltaf ég meina, ef þetta virkar, það er bara, já, aldrei sé þetta aður. Minn maður Henry sem er besti puck-spilari í heimi örugglega, ok, ekki alveg, hann er kannski ekki eins og Nisha en hann tala átt um þetta, sko, hvenar, að svipa á með sankingin, sko, þú veist, hvenar átt að kaupa, blink. hvenar átt að kaupa blinkinu á puck, þú Já, kaupir ok, það í, kaupir það nú í flestu leikjum, sko, en þú veist, hvenar viltu bara meira damage, eða hvenar viltu, Ég skil hvað meinar. Þetta er mjög relevant á Sun King allavega, sko, ég er búinn að spila þessi heiti núna svolítið í þessum potsi og þú veist, það bara er, hann hefur 2 hlutverk, eða þú veist, hann hefur eiginlega 3 hlutverk, það er að initiata, eða continue-initiata, tanka og gera damage og þú veist, stundum þarftu bara að gera tanka og gera damage og þá kaupir þú bara já, Aura iteminn og Bloodstone og labbar og enginn getur upp þig og þú bara, og þú náttúrulega ert með mobility spila líka, þannig að það er mitt, eins og bak, þannig að ég see what you mean. Það er einhver press á miðjuna, Jelly mætirinn er með level 6 og þeir geta póka Axel nokkuð vel. Pollur mætir líka samt, þeir vilja ekki lefa fögnuninni að póka þurrinn frýtt. Það er góða Pollur, hann poppar öllinu strax, þetta er ansi gott fyrir endagallina, en núna getur ekki Marina. Nei, Holy Rufalo! vá, Poppa út af reynanu, Jesus Christ. Og það er ekki stund til að drepa, til að cancela þessu, þannig að Jelly bara sakar hann. Og það er heals frá Pollum, en... hann deyr, já, Bíddu. Hversu vel getur við dodger Rufalo? náðum, já, Okay, Þetta er þetta er samt svo fjóra líka hitjur, sko. value, sko. já, holy, what, Hvað? veitu, ég held að, Drefa Mansonin? Getur við? Jelly! hann er ekki enda búinn að últa, sko, Náðu ekki í sankingvöldinu? bíddu, þannig að hann kúkjar hann á snappaðir, Já, hann cancelaði dotinu. æjæj, gríf, Vá, hvað þetta var gott, maður. já, Þetta var ógeðslega gott fyrir endagallina. já, hann tók, sko, þetta er bara, Þetta er bara chilling, sko, hann tók turnina með hann, sko. Beginner að klára blade-millið sitt, þetta já, er mitt, ótrúlega gott shit. fyrir endagallina. já, Ég held að þessi fight basically reddaði early-gameinu fyrir þá. ég þarf að kötta út það sem ég sagði í draftinu í vottinu, sko, ég er ekki að láta þetta heyrast, Hvað sem þú sagðir? ég veit það ekki, ég var bara eitthvað að fleima pikkinn þeirra, Já, nei, en jú, bara mjög vel spilað hjá þeim, sko, Ursa kom með Battle Fury á Courier, já, eftir smá, og ég held að TSR sé að gera mistök hérna í itemum sinum. Beginner Þeir eru Dead, að fara... Beginner Dead, já, ok. hvað varst það að segja? Sko, hvað, Beginner var aldrei að fýta á þessar hitju, en alltaf. King Grey stöður, Já, Kingis er dauður, Nei, byrju, hann er með Lotus. Ekki, hann er með Lotus, amma mín, góð. vá, amma góð, sko, heyrðu, Blísi mættur, hann á ekki mana, Í klandri, en
hann á sökk, eitt smá, það er engin söns til að cancela. Sökki. Já. Easy dead, nei. Jú, hann er vellur. Shit. Vá. Sjá þetta. Kraftvélinn tekur sko liquid fire. Já, ég fíla það sko. Drepur manninn. Mér finnst hitt vera tekið of oft. Mér finnst þetta ætti að vera situational að taka hitt sko. Já, ég er ekki búinn að spila drega nógu eftir þessi facet. Ég sáttum með þetta sko. Já, Jelly er að standa sig sem lánir sko. Eða hann er varamaður, hann er ekki lánir. Já, varmar, já. Já, nú ætlar að taka toptuninn og til þess að ekki að taka eittur. En já, ég ætla að segja með iteminn sko að þeir eru að queue upp sko double blink á Sanking og Mars og ég held að það sé bara alveg algjört overkill sko. Sanking þarf ekki blink ef Mars fyrir blink. Sanking þarf held ég að köpa pipe sko, ég held að þetta sé pipe-leikur á Sanking. Já, já, ég veit líka okkur er refs ekki þessi puck-picki meira sko. Okkur er að setja Mars mid frekar en Sanking mid sko. Já, þetta er comfort út líka þann sko, eins og þú veist að tala með. Já. Af því að Axarinn bara elskar þessu edju og þú veist, ég held að þeim líði mjög vel að hafa hann bara á Marsunum sko mitt. En okkur spilur hann ekki bara offlane Mars? Veit ekki, kannski eitthvað leining komfort dæmi sko, eða þú veist að kannski er þetta að Axarinn spilar bara mitt skilur, Blísi spilar ekki mitt eða eitthvað, I don't know. Eða þú veist, Blísi spilar ekki Mars eða Axarinn spilar ekki Sanking eða eitthvað, ég veit ekki. En menn að spila Sanking og íta bara Sandstorm mitt og... Það er þetta ganga, já, finnur hérna en missa spöndinu, ok, það turn með öltinni og Lúnu, er eitthvað meiri mæting hjá hendagölunum? Mér sýnist það ekki, það er bara vektur að koma að bjarga, já, ok. Ég held að það hefði geta mætt, sko. Hvað gerði þessu ulti og Lúnu? Okkur gerði það ekki neitt? Já. Er þetta eitthvað Mars-facet dæmið eða? Ég veit það ekki. Þetta var mjög skrítið, það byrjaði en... Þú veist, maður sá það svona skjótast bara í kringu og hann ekki að hitta neitt. Já. Honestly, ég hef aldrei séð það aður, ég veit ekkert hvað það er. Nei, ég þarf eitthvað að testa þetta í demo mode, sko. Það er sem ekki breytt miklu að þeir voru, en það hefði, sko, ef það hefði mæting, þá hefði þetta, þú veist... Já, það er bara skrítið, sko, það hefði ekki breytt neina, en það var samt mjög skrítið. Já. En ok, gott kill fyrir því þeir köpa blink og smóka strax, það er gott play hjá þeim, sko. Já, það er rétt. En finnst þeir ekki verða sterkir, sko, þú veist, Sanking er eftir á í farmi. Hann þarf að farma miklu meira áður en að vera eitthvað, hann er þú veist lægstur á öllum kórunum sko. Hann er verið að átfarmaður alveg mikið af Centaur sem er búinn að deyja sko 3 sinnum. Já, einmitt. Þannig að ég er ekki alveg convinced af þessi Sanking sé að fara að vera eitthvað faktor í þessum leik sko. Ef þetta heldur áfram svona. Já, en samt sko, málið er að hann verður náttúrulega svo sterk leikjum sko, þú veist. Já, en hann þarf að, þú veist, þetta skiptir svo miklu máli hvernig þú kemst. Ef það er fætt, Jelly döður og byttu nú við, allt að gerast þarna, Mansonun er að falla. Pollur poppar öltinu sinu. Arena er komið upp. Axel getur náðum honum í Arena. Haste Puck, nær 3 minútur silenci, ok, törna aðeins á Axelan, hann er ennþá með Arena. Hvernig hvort hann notið það bara núna. Ok. King Chris mætir með blinkdaggar og Skjúabug, Spearbug, nice. Puckin bara komið út. En Axelin finnur hann, það er Arena. Það er að hoppa út úr Arenanu, hann er með orbið eftir eina. Hann keypti blinkabug. Ok, já. Nice. En, svona er hann. Góður fight fyrir TSR. Fá bara Mansoninn. Það er mitt. Ok, Poplur takkar þetta. Hann byrju... Hún er bara dauð, sko. Það er ekki gott trade, sko, ef hann fellur. Nei, þetta er mjög bad. Og Jelly fellur líka, og fleiri allar að deyja, af því þeir eru 5 saman. Ok, þannig please að labba burt, bara hætti þessu. Labbi burt. Beginnir vil deyja líka. Þetta er að fara að vera svona 2-part teamwipe, þeir komum bara aftur til að deyja, sko. Hann er að fara að deyja. Hann er ekki að fara að lifa þetta, sko. Wow! Ok, hann dreipur King Chris, holy. Shit. Nice. Og þetta var ekki eins og, hann var ekki eins og með Blade Mail aktiv held ég sko. Nei, með þetta var passive Blade Mail. Þetta var bara retaliate og passive Blade Mail, shit. Já, en samt ekki gott. Þú veist, þetta var bara svona eitthvað... Nei, ég meina þeir labba bókstaflega 1 í 1 að deyja sko. Já. Og með fullkomni... Þetta var mjög sárt fyrir... Það er eins og þeir leyfðu þeim að drepa 1, biðu eftir að stöndin komi aftur af kúltani, þá er hann bara næst inn. Dómstegi er búinn að líka Reddit-thread þetta í chat sko. Ok, nice. Þetta búinn allt í dot sko.
Geturðu sagt mér frá því hvað stendur í þessu Reddit-dóti? Ég skal bara lesa linkinn. Luna Ulk don't work in Mars Arena. Það Ok. er titillinn. Ok, takk. Takk, Davíð, minn maður. Það með þig. Og hver er betri Já. Abaddon? Young Pollur eða Doomstave? Ég held Doomstave, sko. Chat. Þetta er spurning fyrir chat. Ég má samt ekki fleima Pollur nú mikið, sko. Nei, ég veist ekki að kasta með hann bara rétt á hann. Já, hann er kóngurinn. Hann mætti í jakkafötum alveg, sko. Bara Já, pollurinn er kóngurinn. fullkomið example. Já. Er það smók? En, já, maður smók. Ok, en núna er sangingin eiginlega kominn aftur í leikinn. Hann er on his way to Bloodstone, þannig að þetta lítur betur út en það gerði. Byttu. Ellie er að mega space, en þeir þurfa að poppa Central fyrir þetta, sem er ekki Já, alveg þeir eru döðið, sko. Nú follow finnur, Holy. fullt ok. En það er ekkert follow up. Já, ok. Lýsir hennar Flott, finnan, þetta var frábært. Það er bara alltaf middbyrðin núna hennar. Já, okkur eru bæðilega Þetta var grúpast turninn í mikið, þannig að það er bara að fara að farma eða, holy fuck. Þeir vilja nefnilega ekki farma held ég, sko. Pudding, no face shit, sko. Það er Það er DD í búið, sko. rálaður Björn og ég held að eini sem vill farma er Hungdaddy. Hann vill samt eiginlega ekki farma, hann er bara mættur í fætin líka. Hann er líka alveg fucking farmaður, sko. Hann getur alveg fætað með þessum itemum. Já, Og líka með, þú veist, að því hann þarf eina sem hann þarf að gera er bara að mæta og right-klicka. Ok, það er fætið hann í triangle. Finna pollinn beitar. Er góða pollinn, ekki besta target, en ná pollinn holy arena, ok. Silence, En- ok, og hvað? geggja silence inn í dot. Lýsi er að deyja, Lýsi Lýsi lifir. Beginner er að deyja, hann deyr, Hungdaddy núna ekki með coilið. Hann á skjöld. Ó, fíl stönn frá vektorinn, maður. Eknir og jetnir af EV-spilunum hjá endakvöldunum. Já, fíl. Axarinn hleypur í burtu, hann er ekki með neitt. Hungdaddy er hann Ok, geggjaði fætt hjá endakvöldunum. þannig er bara að fara að farma þetta. Holy fuck. Og Rúfló finnur eitt gæði bót og hann Já. er náttúrulega meitt. Vel spilaði Rúfiló, sko. Já, Það er líka gali stönn hjá vektor, sko. Þetta var, en getum við talað aðeins þetta silence fucking hjá pökkinum hann í byrjun? Hvað mennur bara fyrir 2 mínútum eða núna? Nei, þegar hann hoppaði inn í að því að hann rýnaði, Já, svo mitt. kom strax silence, þannig að kom Já. ekkert spjót, þannig að þeir voru bara inn í rýnunu, skilur við. Það er rétt. Já, Uh, Hungdaddy, já. það er líka að lesa hennar Reddit-link, sko. Hann últaði aftur bara inn í arenaðinu. Já, getur ykkur please senda hann link á... Nei, ok, ekki gera það með hann spila actually, en það var bara einhver í liðinu að sjá þetta og segja hann hei, guður, alltaf þetta er ekki að virka. Já, mitt, ég held að þeir hafa tekið eftir núna. Átti Það ekki er búið að að vita gerast sem Luna tvisvar, sko. spilari, eða hann er alveg gold tier Luna, sko. Já, Hann spila meira en 20 leiki. Kannski er hann bara svona locked in. Kannski heldur hann að pollurinn sem er pípu. það er sérð samt, þetta er visual dæmi líka, sko. Já. Þetta er bara kortisoli. Það stendur ekkert þetta í Eclipse tooltipinu allavega. Nei. Það stendur bara, kannski er þetta Getur eitthvað einhver- þetta kemur nóg. Getur einhver og- chat útskýrið þetta fyrir okkur? Lesið þetta og útskýrið þetta fyrir okkur. Svo við getum útskýrt fyrir rest. Coordinator niður 24/7, Luna allt í bug. Þessi Valve Challenger er eitthvað slacking, segir Snorri í chat. Það er rétt. Það er rétt, já. Janitor maður að please, sko. Bara please. Ok, takk. Og með nefnir Jator og ætlar að segja okkur hvernig það, hvað vandamálið er. Hver er þessi fucking Yatoro, my neighbor Yatoro, sko. Það er bara, ég veit ekki hvort þú viltu vita það, sko. Örugglega ekki. Það er bara, those who know, sko. Það er the cursed knowledge. Já, Allt og sumt. Hann segir, þetta er eftir kommenti á þessum þræði. That's wild. Allt og sumt. Svo er annað komment sem segir, Rubik Lift virka ekki. Ekki fleiri comments. Ok. ok, nice. Þannig að þráðurinn er bara að þetta virki ekki og svo eru bara 2 komment að segja ekki neitt. Ok, gekkja. Nice. Takk fyrir það, my neighbor Jator og við Alvöru kunum að meta. average Reddit samræða. Já, that's so wild.
Líka, svo fyndið að þeir eru eitthvað svona dót og maður fattar, maður skilur ekkert af hverju, þú veist, bara hvað, þetta virkar ekki saman, bara maður fattar ekkert af hverju, það er bara, þetta virkar ekki. Já, en ég held að Axarinn gæti verið döður. Já, lúkar þetta þannig. Mögulega, nema hann... Já, hann döður. Nei, hann er stein. Tipin er að koma inn. Það er Bjarga, Haltu út að rýnaðinu, hendu út að rýnaðinu. Nei, nei, það er ok. Coil, nei, allir var að deyja það, sko. Þeir eru allir, þessi gæðir, nei, Já, af hverju fokka með blísi að bakka? Pussa þessu út maður, holy shit, sko. Blísi er að farma útsmaður, þetta fleima. Hann er að köpa pípum maður, let's go. Já, alveg sko. Hann á samt að pussa þessu út, sko, fyrir löngu. Hann á samt að kaupa pípublossan, ok, ég skal hætta, sorry. Það er svo mikið backseatar af hérna. Já, Það er samt sem að passa okkur á fleiminu, sko. Pipe blink, sko, það er eitthvað weird. Það er ekki synergy, sko. Það er ekki combo. Nei, hann þarf ekki hennar blink, sko. Eða þú veist. Hannes... Það er Rós, Er Coach Hannes in chat, eða? Er Coach Hannes búinn að lífa leikinn, bara? Ég misti... Ha. Nei, Hannes var í lobbyin, sko. Já, hann er ekki í leiknum, við myndum sjá það annars. Já. Gott, vel gert, Hannes. Akkur fóruð ekki í Rós? Akkur Bökku er allir að leita einhverjum Sandking sem er löngu farin? Það er stort í spurt. En sem ég veit er að það er að koma Axe eftir 1500 á pakk og... Já. Þeir eru með Rós. Já, þeir tóku Rós. Vá, býtu... Já, þeir tóku Rós áðan, auðvitað, það er svo langt síðan. Vá, ég er bara... Brainfart, sko. Ég er svo þreyttur eftir daginn, sko. All good. Já, það verður BKB fight núna næst, sko. Það er að koma BKB á bæði Mars og Örsu og Lúnu með það. Já. Það kaupa engin annan BKB í þessum leik, þannig að... Kannski Ranking? Ranking BKB er beist. Nei, það er ekki beist. Jú, guður. Talandi rank item, sko. Ekki í staðinn fyrir... Þetta var líka góð Bloodstone, sko, en... Það er góð á Beginner er að fucking melta. Beginner er molnaður. Það er 2 manna coil. En það er godleg glimmerkef sem bjargar supportinum. BKB poppað, en Örsun er að mafsa þessa Lúnu. Buyback Abaddon. Hangdad í lífi einhvern veginn. Já, actually. Já. Kingris er búinn með allt í þetta, sko. Þetta er ekkert eitthvað great fight for him. Hann er stunnaður. Hangdad í ætlar að poppa agensinum, ok. Þeir eru 4 levandi samt, eða 3. Vektor er að vera bulliðar á King Chris. En... Já, betur, Rúffalag á innið á baklinni. Hann er bullið að blísi í Young Pottersson til að heala hann. Hangdad í að mættur, þessi fætur allt. Rúffalag er að... molna smá. Eða go á... Hann kom með Bassur líka. Högnuna, já. Hann á aftur ult. Hann á aftur ult, hann... Akkur nótt hann ulti, what the fuck, ok. Blink eftir 7, spurning hvort hann nái gæjanum okkar. Þessu Hangdad, ég veit ekki hvort hann á að laupa, löftu upp, nei, já, hann tjókar hann, næs, vel gert Hangdad. Beginn er komin aftur, vill go á King Chris, Pollur er samt frá aftan hann. Ég held að það sé ekki góð mynd, já, þeir sjá af sér. Rúfló bakkar. Ok, ekki versti fæti heimi fyrir endakallana, en... Ekki nógu gott samt. Já. Þeir gerðu sko 14 damage, en þeir töpu samt eila fætinum. Já. Þeir eru enda með netfrútrið samt á endurkvöldunum. Já, þeir fengu sko, þeir deyja náttúrulega 4 sko, en þeir fengu ára Aegis notaður og fengu buyback hjá... Já, Pollurinn buyback, já. Það er gott actually, það stoppar hérna axið. En samt grætti TSR á þessu. Já. Spurningin núna er svolítið svona hversu sterkt er sterkar Lúna að fara að vera næstu svona 10 mínúturnar, hversu sterkar hún þegar hún er komið kanda og er það nóg til einhvern veginn að... Hörru, ég þarf að fara að pissa, við viljum að fylgjast með Rúfl og Pökka með hann. Já, ok, Rúfl og Pökka, ég ætlum bara að tala um eitthvað. Rúfl og Pökka er komið Axe, mínir og herrar, kæru landsmenn. Þetta er að vera rosalega næstu fætt. Jelly er að beita eitthvað hérna. Hann er komið Júls sem er gott á móti Örsu.
og það er Smoke hjá TSR. Axarinn er með BKB og þeir finna mögulega Rúf... Nei, finna Jelly. Jelly fellur ekki mörg kossar og Vector er samt of langt í burtu fyrir þá að ná honum og Rúfalo jumpar inn og er eitthvað að póka snaffærinn. Þannig að þeir nota kossa og ná bara pögninni. Þetta gæti kostað á ef þeir pusha eitthvað meira fætt núna. En já, það styttist í blóðstann hjá Sanging. Hann vantar bara eitthvað... Hvað segjum við? 1000 gull? Cirka. Já. Frekar jafnleikur. Veldur mikið á Hung Daddy sem er kominn með handa ætla næst í Butterfly. Það er ekkert MKB á Ursunni þannig að hann gæti fengið góðan ramma á milli þess að hann kaupi Butterfly og þangað til að Ursun er að kaupa eitthvað á móti því. Þetta er einstum vel, þetta snýst mikið timing hérna hjá báðum liðum. Hver nýtir sér betur sína powerspæka. Lizzie finnur beginner, en hann er að kollekta farmi hérna á jaðri mapsins. Ég veit ekki hvort ég bara að lýsa hvað Rúfalo var að gera meðan að kamið er á honum, eða kannski, þið sjáu það. Frekar að segja frá okkur að þið finna Lizzie hérna, hann kemur ykkur portali og hann er frekar mikið að deyja hérna, hann poppar pupinu sinni. Þeir elta ná Lizzie og Podlur næstu dagskráin er búinn að poppa allt sinni, hann virðist vera frekar fegur hérna. Hann veit örlög sín og Hung Daddy kandan er að koma virkilega sterkir núna. Gerir mikið damage og þeir vilja rós en það eru 14 sekundur í hann, þannig að... Er ég komin, hvað gerist? Endakallinni fengu 2 góð picks hjá Roshan og Roshan er spónað, þannig að... Ok, nice. Líklegt að þessi Luna fái Aegis bara núna. Jelly er að skáta Roshan, vel gert Jelly. Nei, þú hlupst út rétt á hann spónaði, come on maður. Ok. En þeir eru að picka fight, þetta er góða fight-taka. Kingris er á kliffinu! Axel stunnar Luna, en það er ennþá Björn á kliffinu. Hann getur hoppað niður samt bráðum. Hann BKB-ar sig. Núna er Hung Daddy á kliffinu. Nei, beginner minna. Nei, beginner á kliffinu. Kingris típjar út. Axelinn poppar öllu drastlinu sinu. Enginn deyr. Hann er inn í makrobær og hann meltar af kantanu hjá Lunu. Luna er gigastrong og Jelly ákveður að taka killi sjálfur með D-Crab. Já, flott hjá honum. Pögna gameplay. Ok, TSR er að molna núna sko. Það er alvöru molnun í gangi. Ansjóks, ég vil bara biðast formlegar afsökunum til Moislu og Endakallana í draftinu sko. Og bara vel spila hjá Rúfalo pucknum líka sko. Það ég held að þetta er ekki góðu puckleikur á blaði sko. Já, þessi puck er heldur öflugur sko. Og Sangkingin er ekki að gera neitt í þessum leikala. Nei. Það er bara, þú veist, þetta er líka málið með þetta, skilurðu... Ég veit ekki á hverju með Blood, eða þú veist... Bloodstone var ekki the move í þessari stöðu, sko. Málið er bara, þú þarft Bloodstone til að spila þetta build. Já, ég veit að en á hverju myndir ekki bara... Þú veist, á þessum tímapunkti... Já, þú veist, þú þarft ekki að kaupa þetta endilega second, sko. Eða, þú veist, þú vilt bara kaupa þetta at some point, en... Ég veit ekki alveg, þú veist, Hype er rétt að playja hérna. Ég held að hann ætti að sleppa blinkinu, af því að... Þú veist, Mars er að gera það hlutverk. Hann er að góa fætinn og þú veist, hann ætti að geta bara lappa inn í fætinn og stönna inn og kasta spelunum sinni. Minnst ekki svo það mikið að dóti. Þannig að, þú veist, kannski... Þeir eru að góa í fætinn. Ok, þeir vilja fættina. Ég held að það sé alveg rétt move. Ef þeir fá gott að rýna inn í Snapfire og allt, geti ekki verið... Mars. Okay. Já, Mars skrátar þetta, ok. Holy Rúfalo! Rúfalo er bassar, ó nei, betur hann kemst út samt. Rýna, ekki eitt spjót. Hung Daddy er að lemja í gegnum vegginn sem er ekki gott. Kingris er komin inn, Kingris er svo lóg, hann er dauður sko. Hann er fucking dauður. Já, allt er að búið, en Luna er líka below. Luna er næst í fucking dauður. Glöts, Jules hjá Jelly. Hung Daddy er hérna... Reypa svo fucking Lunu maður. On the... Jesus on the nerf sko. Ok, Luna clean up.
Einhver er komið döst! Buyback. Ég með sentry! Það er ok. Já. Æ. Þetta var mjög fyndið að fylgjast með Hungdaddy. Hann bjögaði. Ég held að Hungdaddy hann spilar ekki Mars. Hann er ekki alveg að fatta öll Mars-mekaníkina þegar hann var að reyna að lemja sem bjögaði. Warzone er hann að lemja í gegnum vegginn. En hann getur ekkert lamið í gegnum vegginn þó þessi bjögaði. Það var ekki að hlaupa, þannig að King Chris að koma inn til hans var hann besta, eða veist. Annars hefði hann bara verið að gera 0 damage í bjögaðinu sinni. Ég veit ekki, King Chris ætti bara að hafa að hoppa á, þú veist, allan að pöggnu eða eitthvað, skilur, bara drepa sér supporta og pöggin, sko. Ursa er að eiga smá rough leik, sko, og þetta er að fara að vera meira rough eftir smá, því að MKB er að koma og það er ekkert MKB að fara að vera búið fyrir næsta push-heldi, sko. Gætu unni leikinn núna með hann Aegis og Butterfly timing. Það bara er ekki nóg damage á þær. Damage. Já. Ég veit ekki. Já, það er ekki bara Axan líka, þú veist, kaupa okkur... Já, ég veit ekki. Bara eitthvað Blink, Deso eða ekki dótið. Það er Ramses-bildið, sko. Fyrir midd allavega, þú veist. Já, Deso er best á damage svona itemið held ég, sko. Þeir vantar damage og áttu ykkur penning og það er double damage Luna með Butterfly, mæti haggrundið þitt. Hell yeah. Og Rosenbanner og Centaur-hlinanir. Ég veit ekki hvað þú gerir þegar þú ert TSR í þessu stöðu. Nei. Þið getið hent öllu drastluna á hana og þið er ekki að fara að vinna veit. Það er allt í á Sun King, ok, það er bara ekkert að gera. Hann kemst ekki eins og niður, sko. Það er, ok, Rina, ok, gott að Rina. Nær Centaur, Hungdaddy sem bara törnar, hann er að gera ógeðslega mikið damage. Veitu, ok, Sun King healer í drast. Já, Sun King, hörru, ok. TSR er actually mögulega að vinna hann á fight. Já, Sun King er að gera eitthvað, þetta er góða, til náru fucking dieback. Bjarga Axelnum. Pollurinn er búinn með Axel sitt. Pollurinn er aðra. Ok, fuck. Það er góð, þeir ná lúninni, nei, það er V-grab, heal, Jelly er klár samt, hann þarf að gera eitthvað. Júl sagði eitthvað, óvinninn, Hungdaddy er smá one versus the world hérna. Og meira heal! Nice. Ok, Aegis, Jelly er alveg að deyja, hann er að hlaupa. Hungdaddy er bara eitt samt. Nú er Hungdaddy í klandri, sko, holy vega. Það er svo giga-caster-curse í gangi hérna, sko. Já, það get ég gert neitt. Þetta Bloodstone líka... Þetta Bloodstone virkaði líka fullkomlega fyrir Sun Kinginn, sko. Eða þú veist, hann healaði bara upp í max þarna. Já, þetta var eiginlega fyrsta skiptið í leiknum fyrst með svona Sun King lukkar eins og... Þessu hitja. Já, alveg rétt. En ná samt draxinu, sko. Já. Þegar við sjáum hvað Sun Kinginn með kjóðið upp maður. Þetta líst mér á. Æj. Ok, ég veit ég fleimaði Bloodstone og síðan var hann ógeðslega góður en BKB er held ég ekki the move, sko. Þú vilt vera gæinn, þú vilt takka þetta bara á þig og þú ert að lifa þetta af. Hann er að lifa þetta af, skilur. Já, en hann þurfti svona að bakka þarna, sko. Hann vill ideally bara standa inn í fætinum. Já, þú veist, hann var með Bloodstone, hann þurfti ekki eins og að bakka, hann bara gerði það. Beginning går inn. Það er Júl sá svona, svont. Ok, fullt af spells voru að kasta, það er engin Luna í 30%. Já. Þetta kannski getur, nei, þess að getur unnið hann að fæta actually, bara ef þeir... Já, þeir eru búin að vinna fætinn, sko. Já, þeir eru búin að vinna fætinn og... Beginner inn eftir, hann á blink, nei, hann er ekki blinka, magna buyback, ok, þeir eiga þann, ok, þeir eiga 3 buyback, þannig að... Lunan er að koma, allir spila fyrir Lunu. Já, bara bakka og fá ultiinn aftur, sko. Myndi ekki. Ok, þetta gæti alveg verið hættulegt að fara hægrátt núna, sko. Byttu puckinn. Hvor er hann? Hann er hérna. Ok, kemst út. Já, þetta er hættulegt að fara inn, sko. Þegar bæði ultiinn eru dauð og King Chris dauður. Nei. Pollur að taka allt, maður. Hann að tépja. Oh my god, það hefði verið svo feels bad, menn ef það fucking Abaddon 5 er að típja fyrir framann alla bara. TP-hljóðu kláraðist líka, sko. Þú veist, já, TP-hljóðu kom. Holy shit. Hansson er alltaf inn í busið. Hann er að tjóka Palli Gaming. Góðan fórst. Nei, það er...
Já, ég veit ekki. Ok, þetta var the legendary sko team wipe inn í push, inn í annað team wipe. Inn í push í hináttina síðan. Já, nú byrjar the great ping pong of our times. Síðan, þú veist, hendakarnir muni núna drepa Ursu eða eitthvað, hann bæpa okkar og endakarnir tímabæður. Eða endakarnir team wipe tilbaka. Þá getur þessi leikur haldið áfram í 60 mínútur. Já. Já, hann er bara fyrir fucking Daedalus og Puck, chat, sko. Við þakka Doomsday fyrir að koma til varnar mótstjórnar hérna í Twitch-setinu. Hvað er hann að segja? Hann er að verja þáttöku Immortal Kapadon-spilara í mótinu. Já, takk fyrir það, Doomsday. Náttúrulega búinn að útskýra það svona 16 sinnum, sko. En já, ok. Herru, hann er Immortal. Hann er með Axe og hann keypti Bracer. Hann er með Axe, sko. Hann er með Bracer og Axe, sko. Það er alveg Immortal move. Ok. Ætlar að púsa? Nennir einhver að fara að farma þetta wave sem er botið. Það er að eiga allir TP, sko. Holy shit. Ég held að þetta er mest á svona... Mesta pet peeve mitt er eitthvað að býja eftir einhverju sem er aldrei að fara að gerast fyrir eftir svona 2 mínútur. Þegar þú getur bara, þú eru 8 TP og getur bara að farma í staðinn, sko. Já, Sankingin heyrði í þér, hann keypti Jules í staðinn fyrir BKB. Já, takk fyrir það. Ég veist svona, hvað á þetta Jules að gera? Já, hann getur alveg að... For what? Ég ætla bara Jules að, já, þú ætla að setja blóstur í gang og Jules að sjöla, ok. Já, hoppar inn, tankar eitthvað shit, blöstunar, Jules-eg, healar 1000 HP. Ég er mikill fan af Jules á þessu heiti, sko. Sérstaklega gamla Sanking, Purge the Dusty, sko, en... Já, mitt. En Bloodstone Jules er alveg cool líka. Það veist, þarf náttúrulega aldrei að kaupa Dust lengur á móti Sankinginum, sko. En þú maður sér þér hann að Epic Tundra Gaming leiknum þar sem Thompson spila Sanking, hann var BKB í þeirrum leik, sko. En það er líka toppsótt, sko. Ég treysti honum aðeins betur en öllum á Íslandi að kaupa BKB á Sanking, sko. Ok, þannig að BKB og Sanking er ekki vandamáli, heldur bara spilarinn sem er að kaupa BKB og Sanking. Nei, ekki. Móti hverjum var það þá? Að ég menna... Móti Gaming Gladiators. Já, en þú veist hvað hetjum að það... Já, móti... Það var á móti... Alchemist og eitthvað. Já, en hann var líka allan að spila mid, sko. Þú veist. Ok. Æ, ég veit ekki. Það er bara eitt Ruffalo og segir Helt lítið awesome sauce, er hann ekki að taka notes? Þeir töpuðu líka, sko. Hvað sagður þau? Er ég að taka notes? Fyrir hverjum? Go in the bot. Júlsar, senda hann let's go! Holy Júls. Það er Big Macropærin í baki og Beginner er góð, nei Beginner er ekki góður, Beginner er mjög vondur. Hann er mjög döður. Já, hann er mjög vondur. Beginner er ekki vondur, hann er bara döður. Bollurinn er að solo killa Rubikinn hérna, nei, Puckinn topp. Koma Bollur. Koma svo, getur alveg drippin á Puck. Akkur varst að segja nafnum mitt? Hver sagði hvað? Eitt lít awesome svo sagði, bara að spyrja hvort þú voru ekki að taka notes á þessum Puck. Já, nei. Ok. Jó, ég tek notes. Skrifblokkin er full af notes sem Sanking B.O.B. sko. Já. Það er eina sem ekki kemst fyrir. Ég fíla svo mikið þetta move sem Mansunur var að gera sko, Sanking að fara með kamp. Það mætir og núkar allan kampinn og tekur öll lastið þér. Já, gott hjá hann. Bara þú fær ekki að koma BKB í þessum leik. Það er ná Puck. Já, hann er fucking döður Nei, sko. hann er döður. Hann á Puck samt. Hvað eru, þetta er vörs mólninu það, hendakallanir eru farin að mólna. Já, þetta er ansi dýrkeypt að deyja svona á Puck sko. Það er ekkert sem, hann var ekki að gera neitt sko. Já, einmitt. Ef hann væri topp við Raxið að gera þetta, þá var þetta Immortal move. Já, bara... Það voru fyrir framann Raxið hitt að gera þetta, það er Herald move sko. Hann var ekki eins og eða þú veist, já ég veit ekki, það var engin ástæð til að vera þarna sko. Go in, á ekki neitt samt. Blísið þetta. Lostónu gerir ekki mikið að það er engin hetur til að lifesteala af sko. Rosalegt. Við fengum annar kastir en það var bara í 1 sekúndu og hann sagði ekki neitt. Já, Viki Klikk nefndi ekki að koma og tala um Sanking BKB.
Ég held að hann var einmitt að fara að tjá sínum skoðanir Sangking BKB en hann Já, gugnaði á ögurstundu. Heyrðu, þeir smóka meðan þeir eru með creep á hæggröndu sinu, það er allt frábæð tímasetning. Hell yeah. Jelly fyrir að redda Það málum. er ekkert obvious að þeir séu að fara í gang núna. Jelly er að díla við það, Jelly er með það. 40 sekir og Sean. Líka, hvað er þeir að smóka? Já, þeir halda þessi rós, ok. Já. Það segja, það er engin bökk. Heyrðu, ég held að hendakalli fái rósinn. Já, ég var að ég skil ekki alveg hvað er kjókið sem leik. Af hverju er þetta svona ógeðslega back and forth? Veitu, af hverju eru hendakallinni komið með 1,5 tier 4 turn? Þeir eru ekki búin að vera inn í basinu í svona 10 mínútur, sko. Þetta er það sem við talum. Það þarf bara einhver að vera, þú veist, farmið þessi creeper sem eru þarna, sko. Já, tier 4, holy shit. Já. Þú veist, hvað er að gera, sko? Já, Brummi þarf eitthvað eins að fara að taka smá smá creepwave. Já, Kennslu, held ég. þetta er sko. mesta svona pet peeve með þessi creeper, sko. Byttu, hver er með, já, Blekkingar, sko. hvað er að gerast? Ok, hann fæti hérna, King Chris er að deyja. King Chris er að heala, King Chris er að heala. En hann getur ekki neitt við Hungradi er Ok, hungurinn í þessum fætt. King Chris er döður. Já, enginn sem í King Chris nema kannski Bleezy. Það er bæbökur King Chris. Ok, Hungradi er að deyja. Holy damage! Ég þarf heal! Heala hann, Bjarki, heala hann! Hungradi er að lemja, Hungradi drepur alla gæðana. Já, ok, þetta er málun. Það er brjálaði bönnin. Þetta er málun, sko. Ok, Sangking. Ok, King Chris vil drepa Jelly. Jelly er dead. Okay, King Chris er fucking brjálaður, sko. Hann er brjálaður. Já, hann er brjálaður. Myndum við. Stönn. Já, fellur. Ok, einhvern veginn eru TSR með fleiri lifandi. Já, þetta er bæböku fjórum, holy sko. shit. Já, þeir Ok. ætla ekki að tapa þessu Þeir fætt, vilja sko. ekki gefa hennar rós, sko. Þetta var bara, King Chris sagði, hinga er ekki lengra, sko. Ég ætla að fucking drepa þarna rósan. Þetta er það sem átt að gera, sko. Drepa þessu fucking creeper, sko. Og hann átt ekki að tipja, sko. Bara drepa þetta líka, sko. Hvað er þetta að horfa á? Puckin, hann var að Já, ok. drepa creeperinn, sko. Gott, við stiðum það. Það er rós og það er axe fyrir Já. Örsu, já. Loksins Ursa er fær gott. Ursan Aegis eftir 46 mínútur leik. Já, Örsa fá Aegis í fyrsta sinni í þessum leik. Það er helviti gott fyrir þessa hetju. Ég er bara ennþá að býja til einhverju arína inn í Sangking, inn í Snappa-rúl, sko. Þú veist. Já. Það er búið að vera svolítið mikið svona arína inn í bara björnin að lemja, inn í eitthvað svona, ég veit ekki alveg, já. Já, arína inn í, þú veist, arína á Lúnu, inn í TSR að hoppa inn í arína og leyfa Lúnu að lemja sig, frekar en að vera fyrir utan. Já, einmitt, þetta er smá svona þannig. Þetta arína er svona bara eitthvað svona, you're stuck in here with me, eitthvað BKB Lúna. Já, byrju, Rufaló. Rufaló. Hann hendur frá. Hann getur ekki, nei, hann getur ekki neitt. Þetta er líka pínur röff að vera einn að taka eitthvað outpost, sko. Taka outpostið, það er líka á móti blinka Bissal Örsu, sko. Það er mjög bossy move. Á móti 3 blinkstun hitjum. Já. Já, það er bara tormentor. Herru, mín maður Sangking, hann er búinn að kjóða BKB aftur. I love it, sko. Honestly, kefti bara Windvegar, sko. Kefti bara Hex. Nei, Hex er gríf, sko. Hex Sangking er ekki þing. Ég get lofað því. Ok, ég get sínt að leik. Ég ætla að sína það síðasta leikin minn, þar sem ég vann leik bara því ég kefti Hex á augustundu og vann leikinn beint eftir. Ok. Þá myndi ég þetta hattir, sko. Og jafnvel þó, ef þetta er allt í lagi á Sangking í einhverjum leikum, þá held ég að hann þurfi það ekki þessum leik, sko. Nei, ok, hann getur keft Kaja Sands og hýlar hann meira. Hann getur ekki Shiva, maður. Okkur komur ekki bara Shiva. Já, hann getur keft Shiva, hann getur keft Windvegar. Windvegar, based item. Hann getur keft... Stundu nákvæmlega. Hex er endur alltaf gaming í item, sko. Það er... Já, nákvæmlega. En, já. Hann er ekki nógu tanki, þessi Sangking, sko. Það er issue. Ég held að hann vantar armor, sko. Hann ætti að gupa Shiva. Já, Shiva, Kaja Sands og Windvegar, ég hef verið sáttur með allt, sko. En BKB er ekki the move til að vera meira að þú vilt tanka spellarna og sem bara heala í gegnum það, sko. Já, sko, eina sem að issue er það, þeir eru bara með svo mikið spread damage. Þú veist, þetta er allt bara eitthvað, Jakiro, AoE spellar, Luna, eitthvað, AoE drasl, Puck, eitthvað, allt AoE drasl. Já, þá getur hann alveg farið í Kaja Sands og
Það er þetta lifesteal amp, sko. Ef við sáum á hann bara, þú veist, það var ein hetja inn hjá honum og hann lifestealaði bara ekkert eðlilega mikið, sko. Já, hann er komið með þetta bygg og bíða, við sjáum hvernig það Oh gengur hjá my god. Jæja, vonandi mynda bara prove me wrong. Hann ætlar að lappa út úr kólinu, það er planið þess. Kannski mynda prove me wrong. Já, hann getur bara vindveikur, skilur. True. Og bara ef þetta gera trikkið hann að lappa brúnina og hjúlsæði og breyka þannig. Já, nei, það er forstaf, ekki júls. Jú, þú getur Aha, breyka, jú, en þú þarfst að vera, þú þarfst að gera þetta eitthvað mjög nákvæmlega held ég. Er það ekki forstaf þá? Alveg á... En þá bara stundastu, er það ekki? Æ, ég veit ekki, kannski. Ég held að með, já. En allan að En vindveikur... það á að vera hægt að gera þetta með hjúl sko og lappar alveg á brúnina á kólinu og þá vita Ok. hvar það er nákvæmlega og þú veist, að því þú ferð Já. upp í lofti þá ferð eitthvað smá distance og þá á að tryggara... Ok, já, ég fatt Vindveikur, hvað þú meina, já. En já, vindveikur hefði gert sama hlutverk, sko. Jú, jú. Á 10 sem Vindveikur. öðru átt. Besta Lýsi item í er- heiminum eins og Alexander Moisla getur staðfest. Hann er ekki að fara að býja eftir liðinu sinni, jú, hann er að býja. Nákvæmlega, þú ert að hugsa Dota í 3D eins og ég mæni bara rétt að segja. Það er þetta Þetta rétt. er 3D leikur sko. Það er líka X og Y axis. Ég fattaði hvað þú varst að meina með að sko fara upp í loftið og breyka Já. þannig sko lengdina á veit. hana, hóluna. Það er ein hann að YouTuber, ég man ekki alveg hvað hann heitir, sem er alltaf að útskýra svona mekanik sko, ég elska að horfa á það. Er það ekki Dadaljong eða var Nei. það ekki hann? En ég veit hvað þú tala um sko, ég horfa á Hann þetta líka. Það kemur alltaf eitthvað svona how this hero works, eitthvað how this actually works, eitthvað svona. Já, er það ekki Dadaljong? Nei. Ó. Það er Ég- hann að Southeast Asia gæinn sem gerir alltaf, hann er fucking smart sko. Hann er geitin sko. Hann hérna var að sína fólki hvað svo Drepa OP creep. Fury hann var. Það er bara creep. Já, það er eitthvað Holy í shit, gangi í byrju, þessum leik. ég var að fá notification Það er að Rúfalo Gram sko. Real Madrid og Atletico var postponed út af einhverju drasli. Það hlýtur eitthvað að hafa gest í þessu leik sko. Að slagur eða eitthvað sko. Mér skilst að það hafi verið ákveðið disappointment í dag þegar að mér skilst að menna að vera hæpaður sko þegar ég sá pósterinn fyrir kraftfélagdeild streami í dag og það var mynd af Daniel sko. Já, einmitt. Já, Svo var nei. enginn Daniel ekki spila sko. Það er bara þegar fólk er latt við að mæti myndatöku sko. Ói, hann blíka fram hjá honum. Býtu nú við, Axarinn í klandri, Axarinn fellur. Hann á ekki buyback. Axarinn down, no buyback, þetta getur verið big ef þeir pússa advantageinu sinu. Já. Einhver í fjandanum bara tilkynningar í síman sinni á spænsku dildinni. Þeir Uh, hernir í tjatinu. Real Madrid, halló blóð. Á Ernir ekki að vera að veiða einhvern fisk eða? Hernir eru örugglega með tilkynningar fyrir, þú veist, kílumót í Brasilíu. Já, sem hann er að betta á. Það þú veist, Ernir nærist bara á því að fleima sko. Heyrðu, Er það góða Rúfalo? Býtum við, en það er ekki follow-up. King Greasy klandri, hann fær skjöld. Komið Hex Hann er og með Axe. Sektor. Það búið öll daginn samt. Hangdaddy er að lifesteala, það er allir að hlaupa mjög hratt. Bleezy er inn. Allir spilarnir notar engin þeir. Klassíst, engin Veit bara ég hverjum nánast neitt eru tekur það í dag? damage sko. En byrju, ok, Þetta er svo reyðpakt með þetta. Það bara tók engin damage. þetta er damage reduction með þetta. Það er góða. Akkur er að góa Centaur. fucking centurum Axe. maður. Það er Holy eitthvað, shit. shit í gangi. Pótlinn Já. deyr, ok, pótlinn Æ, æ. down. Buyback sanking. King Ætti að lemja búið fucking með allt allir. Centor sko. Megas, ok, Vikinn GG. er gaming sko, Já, holy GG. moly maður, þetta er GG. Og sanking 1v5, let's go. Nei, Hvað er BKB? Ha, Nei, hvað gerir BKB þarna? CCC Adrian, how does it actually work? Það er hann að, Já, einmitt. Já, gæðin, hann er kongur sko. ok, Begli, new message, nýð skilur á Beglu. Þeir eru búin að vera fleimandi allan þennan leik, halló, farðu út úr þínum, út úr glerhúsinu áður en þú ferð að kasta steinum, Það er broskat, rétt. party parrot. Það er rétt. Ég var inn í glerhúsinu með hrískotubissu þarna sko. En já, góða leikur samt sem áður. Já, Drátt fyrir Mjög góð fleimi leikur, sko. mjög Fram góð og- leikur, já, ég er náttúrulega að vera Fram og tilbaka. að posta þetta lobby, I guess. Sko, ég er bara að gera þetta fyrir voddi sko. Þegar
leikmenn geta hort eftir á og heyrt svona gagnrýni frá Já, þetta er algjörum LeBron Helgi Lúbba. casting a game. Já, hinleikurinn, ok, nice, vel gert LeBron. Já, LeBron og Snorri. Ok, vel gert. Vilja menn ekki koma í lobby? Gerir þú lobby? Já, ég ger lobby. Myndu að gera matchet í dóti? Já, Herru, já, ég ok. ætla að gera stutta pásu á streyminu, þannig að við bara sjáum þetta smá. Já.
Verið velkomin tilbaka. Við erum komin í leik 2. Bergur er ennþá með mér en hann þá mögulega að fara eftir smá. Já, ég næði allavega draftinu og hvað? Já. Ég skil bara draftinu. Mér sýnist þetta að vera svipuðu bann. TSR bannar enda Pucky núna og Tusk. Já. Og klukkuna. Það er Hendakallir, flame, Holy. það er ekki... Ó, Stela Holy Litchinum. Litch. Ég Það stela honum, oh my god. ræddi mitt við Moislu á þann að þetta væri possibility sko. Að stela Litchinum af þeim ef þeir eiga first pick. Vector Litch náttúrulega er eitthvað sko. Já, það er eitthvað sko. Maður hræddi við það. Og ég efast að hann að pollurinn sé ánægði með þetta. Að hann sé ánæður að fá ekki Litch. Nei, ég efast að hann sé ánægður. Já, efast, já, veit já. Ok, taka Windrunner sem að... Ok, þetta er On paper, þú veist, jú, hann er með AoE physical damage á móti armorinu sem er bara single target, en Já, þú veist, ég held að þetta er svona dæmi sem að hljóma betur inn theory af því að þú veist, ok, þú setur náttúrulega bara æsar með mikilvægasta gæjan og þau eru aldrei að fara eitthvað 5 saman að lenda í AoE fókusvæðir á sama tíma, skilur við. já. Ég hugsa að það getur bara þessu sterk hetja og náttúrulega King Chris er líka alveg Windringer specialist. Já, algjörlega, þetta er mjög öflug heiti, sko, en það er talsvert mikið drastlina til að countera þetta, eða svona, já, það er alveg Já, fólk er byrjað að vera pikka marga hluti. Fólk er byrjað að vera betra í að countera þetta, sko. Það er alltaf shadowð í munin en þeir taka hann líklega út bara í næsta banni, TSR, býst við. Já, betur hver spilar samt Shadow-tímon? Spilar Bjarki Ellie Shadow-tímon? spilar alveg shadowð heldur sko, svo Ok. Ellie getur líka spila Omni sko. Já, Það geti alveg verið Omni eitthvað nefnilega, sko. eftir að Omni últinu var breytt svona, þá held ég Omni sé nefnilega fínt counter á Windrangerinn, sko. Já, Eftir að þú getur fengið þetta á marga í einu. og bara eitthvað fín heiti til að matcha upp, þú getur pikkað einhvern axe eða eitthvað með honum og þú veist, svona einhvern tangigæði til að heala og kannski bara átt, þú veist, heiðina Windrunnerinn og lenni eða eitthvað. Já, einmitt. En já, kannski Centaur eða Axe-pick fyrir endagallana, það er allt opið hann sem er fyrir þá. Þeir banna Marsin sjálfur, ég held að beginner sé ekkert mikið að spila Mars sko. Nei, einmitt. Af hverju eru ekki allir að first picka SD besta hitjan í leiknum sem er Ernir? Það er að því að Ernir er ekki að spila þennan leik, sko. Það er ekki byggla í lobbyin sko, það er ástæðan af hverju er ekki að first picka. SD var þetta bannaður á TT á móti leifunum. Það er mitt. Rættir, ég held að það hafi verið heims SD sem við vorum rættu við. Ok, eru TSR fara að taka annað byggisætið, það er Sun King aftur, ok, já, mér finnst þetta ekki vera mjög convincing sko, að sjá Sun King annað skiptið í röð. Nei, kannski fekk hann lestur frá Hannesi og... Já, sko, einskotan að fengi lestur ef það er ætla að gera þetta aftur af því að það sem þeir voru að gera áðan var ekki að skila það miklu sko. En þetta er náttúrulega, ég held þetta sé alveg ennþá flexpick, offlow mid. Já, ég er mjög forvitin að vita hvort að Axan spilar þetta og ef hann spilar þetta þá myndi ég vilja sjá Axan á þessari hetju frekar heldur en Bleezy. Já. Ég held að það, þú veist, ég held að það sé betra að spila í kringum Axan heldur en Bleezy sko. Við taka Centaurinn aftur. Það er Centaur beginner, ég bara líst vel á þetta. Já, svipa svar á aðan bara. Já, góður móti Windrunner, ennþá betri hetju til að koma blendmjöl móti heldur en Ursa. Já, einmitt. Og ef þetta er örugglega King Chris Windrunner og þú veist, þetta er bara, ég held að þetta sé svona smá gefinslegin fyrir Centaur sko. Já. Nefnum að koma einhverju virkilega aflugu fimma með henni. Einmitt. Já, hvað heldur að fara í marga bracer núna á Centaur? Ég held allavega 3. Já, ég er samanlega 3. Hann er ekki Ég held þú viljið samt... enjoyer beginner sko. En þú vilt samt sko blade millið núna aðeins fyrr, ég held að... Já. Samanlega. 3 bracer plus blade mill var ég sáttu með sko. Þetta er rosalegt. Ég held að Ernir hafa verið að gefa Davíð nýja hugmynd sko.
Nú, hvað? Byggli voru að spyrja okkur ekki var first pick að SD og Davíð sagði strax, er það málið? Doomsday. Já. Já, Davíð, ekki líka strax hérna. Ég held að SD geti alveg henda Doomsday, sko, það er alveg... Maður veit aldrei Ég nema... er búinn að pitcha þessu, sko, Furion og SD, það fitta kriterían, sko, að vera annoying heitur. Já, maður veit aldrei nema að SD-indöldin er fucking Atletico Madrid að skora á 9050, guð minn góður. Ákveðin skellur. Jæja, endakallar. Þriðja pick. Hvaða kór má við okkur? Ernir þarf að fara að byrja að Ventful. fucking kasta aftur svo ég geti fara að horfa á þessa fótboltaleiki, sko. Það er Vartjak. Þú tekur draftið bara, ég er aðeins upptekinn af það. Það er Ventful. Ándu að Sem skilja er markið. Jelly heitin. Þeir eru að vera að beita hvað er þetta að pikka á Jelly og þeir taka Ventful. Sem er... Lukkar allt í leiðina, sko. Fína móti vindrunu held ég. Já, einmitt. Það lukkar svona smá random vents pick eitthvað. Það slúttu verið með eitthvað plan, sko. Ég held að það sé bara Jelly Comfort eitthvað. En... Þú veist, ok, er alltaf með save. Já. Hvað ætlar Ruffalo að spila? Það er Puck og Tusk eru farnir. Sko... Það getur pikkað Rikki Heyrðu. eða eitthvað. Let's go! Þarna. Ok, mér líst vel að þetta. Ernir er bara bróðufellandi núna, sko. Já, hann var líka flemaður fyrir að vilja horfa sjálfviljugur á ATH Madrid Atletico Madrid. og sagði að það sé leiðilegasta fótboltalið sögunar. Það er rétt. En ekki Real. Leikurinn er ennþá í gangi sann, sko. Er bygglega að horfa. Getur hann sagt mér hvað er að gerast? Þessi fótboltalegur. Það er 99. mínúta, sko. Það eru íkorni. Íkonni að Sjöndíman, ok? Já. Sjöndíman íkonni, ég held að það sé alveg gott svo Porto, sko. Já, það eru tvær sterkar hitji bæði í leininu, midgame og sérstaklega Shadow Demon í late game, sko, og Hoodwinking getur alveg skeilað líka. Já. Líka með bæði svona hvað catch og save og damage, þannig að... Það Ekki er verið rautt svo spjald, bókstaf. ok, ég þarf að kveika sem leik, sko. Núna kemur ástundabyggið hjá endakölunum og þeir vilja eitthvað sem er virkilega gott á móti þessum 4 heitum sem við sjá. Hvað TSR? Eitthvað karriðið mitt. Það er Pangolír mitt. Baba Lear, ok. Hvernig líst ykkur á þetta Pango-pick á móti Sjöndíman Hoodwink, Sanking og Windrunner? Bara alltaf lagi. Jú, bara fínt, sko, disrupta tímfættin og vera fokkin tregur og... Náttúrulega heitið sem að getur stönnað og oldið usla og aska á þess að gefa hann brjóðslega mikið lifesteal. Og hann getur staðið í Sun King mid ef þetta er Sun King mid. Já. Hann er ekki, þú veist, SD, Dótið gerir ekkert við hann ef hann er í rúlinu. Það er mitt. Red against Já, bara ok. Sniðpick, Llorente, Ruffalo, Pango. and Llorente's going to be sent off. No yellow card. Out comes the red. Við erum búin að starta einhverju hérna flame train á polli hérna í þessu chati, sko. Hann er Mortal, hann getur alveg að höndla. Byrju, hvað er... Vartjak fyrir hvað? Það er svo mikið keio, sko. Æ, Það er Slark Landsbygg fyrir endakallina og það er Hangdæti heiti hann. já, einmitt. já. Hangdæti Slark er góður, sko. Hann sýndi það um daginn. Hann er, Já. Ég kaupið á þau, sko. já, hann er góður, sko. Hangdæti hefur, ég get alveg fúslega viðkynnt það, Hangdæti hefur alveg komið með skemmtilega óvart, sko.
hvað er að gera þetta? Það gæja bara... Ég trú ekki að ég var reyndur frá því að horfa á þann leik, sko. Þó að TSR hendakalli sé líka huge leikur, sko. En Já, ég vil að sjá Pikmin núna Blísi heiti last. Og það er Viper. Viper mid, Ok. ok. Það Yep, ekki. Blísi senging. Jú, Axel er mitt. Já, Viper á móti Pango. Sounds fun. Good luck, have fun. Það er ekki að versta í heimi. Þú veist, það er ekkert frábært, Ok. en það er ekki að versta í heimi, skilur. Þú veist, þú vilt frekar vera Pango heldur en... ég veit ekki. Grönnu meili heitja, sko. Og allavega ert ekkert svaka tanki og getur keypt Bracer og þú getur fengið skjöldin og eitthvað svona. Hvað líst þér á þessi picks? Ég er aðeins að horfa á slagsmál hérna í leiknum, sko. Ok. Uh, Það er mjög stóð flott. Ég held með endagólunum af því þeir eru með Jellyfish fjarka og beginnir. Holy Ok, mark. ég þarf að fara í bíó. Ok, ég held áfram að horfa á Atletico Madrid, Real Madrid. Þannig að gangu vel og með besta dótarlegi vinna. Já, maður sjá. Þú heldur með hendaköllunum, segir þú? Já. Ég held með TSR til að fá 1-1. Ok, let's go. Uh, Bye. maður sjá, já, bye, takk. Uh, já, ég ætla að tjekka hvort ég get fengið einhvern annan super sub í stæðan. Ernir, vilt þú ekki koma bara? Já, kynnin liðin, við erum með Blísi Sanking offlane aftur, við erum með Manson á Hoodwink, við erum með Axaran á Viper mid sem ætlar að reyna að stompa hennan Pango. Við erum með Pollin á Shadow Demon og við erum með King Chris á Windranger carry. Ruffalo og Pango, þar sem að Tusk og Puck voru bannaðir. Við erum með Centaur beginner aftur. Við erum með Jellyfish á Vengeful Spirit og Hangdaddy í Slark. Byggleysi stærlega komandi smá í kókast, þannig að það er bara næs. Annars, hvar er Randi, sko? Ég var líka til í Randar. 30 seconds and counting. Ekkert að gerast eins og er. Who will emerge victorious? Já, engin slagur og liðin treyta bara bounties. Eitthvað skrítin vortina hjá Jelly en þetta var rúglega fyrir bounty fightið bara. Hann gefur ekki mikið information í leininu.
Sama Jelly vill líklegast unblokka kampinn. Er ekki með sentry samt. Já, jú, þetta er hans sentry, joke. Herru, já, henda kallarnir unnu game 1. Eftir drengilega baráttu. Sjáum að þeir eru jafnir í lastir með Ruffalo. Hann er döður. Vel spilað á Axalanum. Og ég ánægði með Axalan að hann kaupa ekki botpool sko, bara kaupa regen. Þannig átt að spila það sko. Má alveg kaupa sér samt 2 mango eða eitthvað og halda áfram að búlja hann svona. Það er góð top, Sanging er dauður. Hangdadi, já, double kill. Þetta er sterkt sko. Komið 2 stakka. Enda bara level 1 Sandimon og level 3 á Windranger. Mikið solo XP í gangi. Og treyta láta sem hérna, já. Og við erum með levelega dottir svona handakarnir top. Bíddu, hvað er að gerast hérna? Hann á... Új... Hittir ekki stjarni. En hangdar ég í vandræðum hann á stick samt. Ég held sér alltaf leið með hann. Með hann fellur jellyfish bot. Herru, Randi er að mæta þetta. Halló. Eða þetta. Já, eða þetta. Ég nefndi ekki að draga ekki. Ég frétti bara það að ég hef verið summonaður í Já, kast. þú var summonar. Herru, új maður, náðum. Vel spilað maður. Herru, já. Ertu að horfa á leikinn? Þetta er in-game. Nei, ég er að fara in-game. Ruffalo dauður sýnist mér. Ok. Kemur, þetta var gott play samt. Vel gert, Ruffalo samt. Já, gott play sko, ánægð með þetta. Herru, Viperinn deyr fyrir þetta. Held ég, já. En alveg worth samt, fært 2 rotation fyrir báðum supportunum á sig. Ertu ekki á mínútu 5:03, 4, 5, 6? Ég bara er að lóta inn. Ok. Arms for the dead. Uh, 5.25. 8, 9, 30. Já. 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 Flott. Já, hvort liðið líst ég betur á. Hangdadi er tæpur hérna, hann kemst burt. Já, hvort líst ég betur á. Mér líst betra á beginner bara yfir höfuð. Já, Beginner Sjátt á sem það að- beginner. er enda dauður hérna held ég.
Nei, hann er ekki döður, hann er fínn. Jú, hann er döður. Já, Sko, hvernig vantar hjá þeim? Rúffalo er að spila mitt, af hverju? já, hérna hann Gústi Súlander Já, er, Jellyfish er að standinn fyrir hann, ok. ég held sko, já, Jellyfish er allan að varamæri liðinu sko. Býtu, Rúfalo er fastur hérna. Ó, hann er ekki að næja sig maður, og í maður, til þetta tæft. Sorry. Er þetta leikur 2? Já, leikur 2. Hvernig var leikur 1? Hann var alveg svolítið fram og tilbaka sko, en hendakallir unnu svona semi-sannfærandi sigurs þó. Ok, hendakallanir unnu, En vel gert. hendakallir unnu, já. En þetta var mjög spennandi leikur sko. Vektor þarf að passa sér á þessu Sandstorm sko, hann er bara dauður. Já, hann er döður. Æjæjæj. Minn maður Blísi, sko. Já. Blísi mér spilaði Sun King líka í síðasta leik og hann, Beginner spilaði líka Centaur í síðasta leik. Sko, er ekki Centaur samt fínt pikk á móti þessu vindrunnstir? Jú, allan daginn sko. Þú veist. Vott, fínt lane og þú kaupir Blade Mail náttúrulega og getur hlaupið Já. burt frá últinu og þetta Einmitt. er gott sko. En það er náttúrulega svolítið skítut að pikka Viper mid, en Já, last pick Rúffalo var komin á sko. 6. Þetta hefði nú getað farið verri ef hann væri ekki að spila Pango sko, það er alveg til verri matchup en þetta en veitu, hann er að góa, Já, og hann góður hann bara. af hverju ekki? Óli er bara út með þig, Óli. Get out. Já, En Alltaf forsaði læg, rotation og nú kannski geta, Enda- nei, aðeins geta að- ekki gert beginner í base, þannig að já, ég verða að viðurkenna að mér finnst TSR line-upið töluvert sterkara. út frá meta hitjum er ég sammálaður. Og líka bara varandi það að gera, þeir eru með Shadow Demon, þeir eru með Sun King og Windranger. Þeir eru góða Chris bot. Veitu, hann deyr bara út af Retaliate held ég samt sko. Já. En það er svona það sem ég hef oft, þegar ég er að horfa á leiki, þá svona pælir maður í því hvort line-upið er auðveldar að executa. Og Einmitt. þú veit með slafka móti Windranger, það er auðveldar að executa Windrangerinn. Einmitt. Sand King er svona frekar straight forward, Hangdaddy er í vesenni en Vektor bjargar honum. Íkornin er samt að fara að ná honum. Já, hann deyr. Já, ég held nefnilega, TSR er aðeins auðveldra að executa og bara með Já, gæja sem íta bara á R og fara inn og allir hinn í já, deyja. með þú veist Pango eða Viper, það er Beginner miklu auðvitað deyr. að spila Viper. Fucking Shadow Demon maður. Mér finnst, mitt, Já, það hann er og hann er dauður á Viper, sko. Rúffalo fyrir backup. vel, Það er easy. vel spila hjá Ruffalo. Nei, Já, og og líka Hangdaddy minna ég. En já, líka Ruffalo. Hangdaddy að sækja sér bara easy permagi og hann getur ekki leina topp lengur. Það er bara, Nei, það er hans erfitt að Sun King kom fyrst með level 5 og síðan núna level 6 og 7 sko. Hann er með þess að sleppa últinu. Ég er bara, já, ég er ánægð með það sko. Bara maxa Sandstorminn og getur gert meira með því. Ánægð með þetta. og sjáðu líka beginner fer bara upp sko. Það er, ég er líka nokkuð vissum að hann getur eiginlega ekki staðið, það getur Nei. enginn staðið í þessu sko. Ekki level 4 Sandstorm svona snemma. Já, og sjáðu þetta var í gegnum, Új! þetta var í gegnum Vá. Frostshield. Bítu, já, æjæj. Beðið of lengi. Líka ánægður að hann sé að maxa sér stingirinn sko. Getur farmað hraðar og meira burst. Já, ég þarf að fara í þetta. Ég hef verið að fara í stönnið. Er það Já, mistök? ég tek vanlega stönnur líka sjálfur ef ég er að fæta, finnst mér alltaf lagi, en ég var líka að maxa stingarinn og það er líka mjög gott sko, það er líka mikið damage. Það fer svolítið eftir hvort þú Já. viljir sko, þú veist, stönnið á stönna í lengri tíma sko. Þetta er svo ótrúlega ljótt sko.
Já, þeir þurfa bara að gefa þetta topplane held ég sko. Ruffalo er mætt. Gott stönn hjá King Chris. Já, Chrissi er nörd, sko. Já, hann er algjörn. Byttu, hann ætla bara að törna. Pollurinn er ennþá lifandi, hann fellur loksins. Hangdætti er mættur inn. Ginnir er mættur líka. King Chris er hérna, Viperinn mættur. Bleezy er wicked sick. Hann er að fara að drepa hann líka sko. Já. Nei, þetta er fallegt. Chrissi Þetta er stelur honum. teamwipe. Þetta er teamwipe. Mínútu 11. Shit. Já. 5k lead. Sko, mér fannst þetta góð mæting hjá hendaköllunum. En hún var bara jafngóð hinum meginn, sko. Já. Það var pínu vandamál með í síðasta leik sko, bæði lið voru að grúppa eiginlega of mikið að mínu mati og enginn var að taka farm sko. Spurning hvort það gerist aftur að það sé bara liðin að grúppa sig sko, þau voru ekki splitta farminu nógu mikið, eða splitta mappinu nógu vel fannst mér. Nei. Það var oft bara eitt lane sem var ósnert bara í 5 mínútur sko. Bæði lið voru að bíða eftir einhvern sem gerðist svo aldrei. Já, ég held að Hangdaddy sé að gera mistök hérna með að fara í diffusal. Ég held að þetta hefði þurft að vera... Mage Slayer. Já, Mage Slayer 100% sko. Allan daginn sko, samanlega. Hann getur ekki staðið á móti Svo- þessu Sand King sko. Nei, og líka bara, þú veist, Sand King og gott á móti Viper og Já, þú veist, hann deyr bara inn í úrþunni sinna á móti Sand King á þessum tímapunkti sko, þegar hann er ekki með Mage Slayer. DD Viper, Ruffalo bakkar. Þið þeir ætla að góa hann með DD, hann er með rúlu, sko. Ok. Þetta er gott damage, en hann með stick. Já, það mætir á Það er Sand King út á Sand King. Hann er ennþá lifandi, ok, loksins deyr hann, en At what ég hugsa cost þessu sko. döður, já. Nei, Bíddu, vel hann gert Ruffalo. djúkar. Áshjátti, hittir ekki. Hann fer bara inn og ætla að drepa hann sko. Óli er náttúrulega brjálaður. Ná ekki anglinu, bíddu. Holy mannsonur, vel spilað maður. Bjarga King Chris þarna. Helvítis íkornin maður. Já, hann jokes. Við þurfum að fá smá comeback frá hendaköllunum, gera smá leik úr þessu. Já. Vel gert, gott swap. Náðir honum, já. Immortalin er down. Nei, Eða hvað? Eða hvað? Immortal Og jokes. hann... Fucking young pollur, sko. Eitt en level og beginner og þeir höfðu drefið hann. Já. Hann er líka farið diffusal á Pango. Ok, byrju, hvað er Já. það? Akkur vilja þið brenna svona mikið mana? Þú spilar ekki Dota ef þú ert ekki með mana. Það er... Já, en TSR er með svo mikið svona hiti sem bara nota ability sín og klára manaði sitt þannig. Og þá gerir diffusal ekki neitt að þeir eru búin að nota ability sín. Já. Æ, ég veit ekki. Ég meina, okkur fyrir þetta ekki bara í annarkvort þeirra átt að fyrir meistlegar allavega. Og þú getur farið í, og veist, okkur, hann notar ekki double jumpið heldur. Á Pango. Það er weird. Já, ég veit ekki. Jellyfish er dauður, já. Young Pollur er nörd. Hangdaddy. Hangdaddy er í vesenni. Já, hann er dauður. Bíddu, það er eitthvað að gera spot. Últ fyrir ekki neitt, ok. Slipa björn burt. Young Pollur kúlar. Ruffalo er stönnaður. Hann notar rúlið en fyrir ekki Já, neitt. Æjæj, En bíddu, hann... Já, hann þarf að fara Já. burt bara, sko. ég sá þetta, hann setur stakk á hann þó hann sé rúlandi sko. Einmitt.
aðeins á augrunum. Núna er Blísi eitthvað alveg leik, hann átti mjög erfiðan leik á hann. Núna er komið Bloodstone strax, þú veist, bailout á Blink sem ég ánægð með, ok, hann var að fá það núna. En Bloodstone first item, mjög vel spilað hjá honum. Það er að taka stakka í þeirra jungle. Íkornin er að forma þeirra jungle. Þetta er rough map sko, þeir eiga Já, triangle og búið sko. Young Pollur setur Litsulti inn á karriðið sinn. Hann var ekkert úr því, hann deyr fyrir þetta held ég, en byttu, Blísi mætur. Já, easy, ok. Vector, ég hugsa hann sé dauður, já, triple kill. Og ég spilaði með Blísi daginn. Byttu, Viper er hérna. Úff. Hann er að passa, hann get ekki pánsa burt, já, vel spilað. Rufalo kemur, já, Rufalo deyr bara í staðinn, sko. Já. Æjæj, ok. Og þeir náðu botturinn segi ég. Já, þeir eru að molna sko. Mér finnst þetta að vera svolítið pattern í þessari deild að fyrsti leikur er mjög jafn og næsti leikur er stopp. Eða öfugt að fyrsti leikur er mjög jafn, fyrsti leikur er mjög mikið stopp og næsti leikur er jafn. Hangdad í kemst Ég ætla að segja að ég spilaði með Blísi daginn og hann átti engan stóra leik og við töpuðum og hann lofaði með því að hann yrði rosalegur í Dota á næstunni og næst skildi hann karja mig sko því að þeir voru bara á leiðinni í bootcamp sko. Þeir voru bara upp í sumarbústað og það var bara bootcamp af það. Heyrðu, það er grjóthart, tjúlega ánægð með það. Ég þarf eiginlega að gera það með mínu liði sko. Þannig að shoutout á TSR Academy fyrir að henda í alvöru æfingar sko. Já, við þurfum að gera það í okkar liði sko, með allt og heimskund. Heyrðu, já, ok. Venge hvarf á mappinu. Æjæj, Rufalo! Ok, hann kemst burt. Hann var að beita. Oh my god, hann dör. Gott stun hjá mann sinni. Og hann dör. Já, þetta er smá keisla sko. Já, það er bara molnun sko, það er voða lítið þetta að segja, það er... Já, hörru, ég ætla bara að fara að skoða kurjera frekar, maður sjá. Hörru, hann er með þetta er geggjaði kurjer, holy shit, hann er með svona skip, hútvinginn. Eða svona hot air balloon skip einhvern veginn. Já. Þetta er klikka. Okay. Hann er líka bara að fá mailstorm. Já, ég veit. Og svo Viper er með kall sem hengur í svíni. Það er eitthvað að gerast hérna. Æjæjæjæjæj. Shadow Demon bjargarnum en kemur ekki að sök, hann deyr samt. Litsulti er kætað. Blísi er kominn. Blísi er kominn og honum er alveg sama allt sko. Já, hann tekur ekki damage. Beginner er dauður. Hangdad er dauður. Já, hörru. Það er teiknað á mappi úr pyrring að það þarf að farma sidelines og ég er bara sammála því. Hægt að deyja 1-1. Og Óli er alveg að segja liðinu sínu að þetta er alveg vinnanlegu leikur sko. Já, bara hægt að berjast og... Heyri, hver er þetta? Hvað er þetta? Rolla? Með gullfallegt... Svona... Hvað er þetta? Svona... Og er samt smá vesenni, hann er endar kannski ekki vinnanlegu lengur. Já, þetta er alltaf lag, ég mista killinu, ég er að skoða hver ég er að. Þetta er svo röf sko. Axarinn er komið með orkid og Óli sýndi sig í hálft sekundubrót og hann var orkidaður og stönnaður. Gott pick-up orkid, ég vil sjá hann kaupa Blink sko. Hurricane Pike Blink verið geggjað. Já, Sangking er að kaupa Sivas, hann hafði líka átt að gera í síðasta leik, þannig að það er bara næs, hann lagaði sín fyrri mistök. Já. Já, Networth er líka, þannig með 14k Networth á 20 mínútum á sem Sangking sko. Einmitt. Góð með Júls. Pollur er bara að fara 1v5. Já, af hverju ekki? Hann er að tanka þetta af. Byrju, það er Litjúl. Í þetta unlucky bounce, það fór yfir í Ancientana maður.
Ertu ekki að grínast? Blísi tók Little með sér inn, sko. Já, en það fór frekar en að skoppa King Chris, skilur við. Já, Það fór já, í Ancientinn og síðan þangað, sko. Og að þau stela Torment og síðan. Herru. Sko, Hangdaddy þarf að fara að púsa út þessum leinum, ekki verið í junglinu bara þegar þetta er að gerast. Og Treadswitcha til að farma hraðar. Young Pollur, Bjark Sjardin, þannig að þetta er eitt besti Shard í leiknum. Gott fyrir hann að fá Sjardin. Já. Góða núna kurjéruna hjá hendakallunum. Þetta er einhver, hvað er þetta, Mítas hendin? Eða eitthvað. Með Quelling-Blade á bakinu. Og Tepiskroll, Salv og Mango. Pangoinn. Það er Fight. Já, Pango döður. Vektor döður. Það er 40 kill á 22 mínútum, sko. Það eru með 2 kill á mínútu. Og 24 netto lead. Vengeandur, þeir geta ekki sýnt sér einn stað, sko. Sko, Holy fuck. var tekin einhver Any Given Sunday ræða og við þurfum að fá þjálfaran í viðtal. Já, ég var til að fá Hannes í viðtal. Þetta er bara, það var bara stera með fyrir hálfleik, sko. Af því að sko, Hendakarl unnu leikinn á hann með alveg svona ágætlega sannfærandi sigri eða þannig. Og þetta var alveg fram og tilbaka leikur og samt. Þannig að já, þetta er Ég málun, kalla eftir því að Hannes segja okkur hvað hann sagði við liðið sitt, sko. Já. Það er ekkert að gerast, þá fyrir sko að kurjera. Það er TP á Hangdaddy. Já. Hann kemst út, ok, hann veit á til sín. Stoppar þetta push. En það er nú ekki að refsa Windranger. Byttu, Windranger. Jú, hann hlýtur, nei, byttu, wow. Ruffalo deyr bara út af fókusvæðinu. Það er Warlund segja. Ok, Chrissi í vesenni, nei, kannski. Eða hvað, jú, hann deyr. Jú, Beginner. Hangdaddy lifir. Og eru hann á Viper? Byttu, núna er Sun Kingin mættur í clean-upi. Já. Buyback Lich sem að gerir því meira ekki mikið. Lýsi að mættur hægrandi, hann er að fara í Octarine, I like, sko. Já, bara fleiri spellar. Hann hætti við Sivasið. Já, það er alltaf leið. Fyrstir eru að stoppa svona mikið og fínt bara að fara í Octarine og kasta fleiri spellum, sko. Já. Ég var líka til að sjá bara mögulega hex, sko. Þú getur hexa Slarkin, stunna hann og hann deyr. Hann var sem 4 sekundum sög upp með hann, stunlocka hann. Já. Annars þurfa verðs ekki einu sinni að hann deyr bara hvað sem er í últinu út af þessum AoE spellum, sko. En kannski seinna í leiknum hex fínt, sko. Já. Axe uppi á Slark eftir þetta veif. En því miður þá er það ekki að fara að gera neitt út af því að það er alltaf mikið merkjadæmið, sko. Já, hann vantar bara BKB á Slark sem er mjög svona feels bad item að fara í á Slark. Hann vilt ekki kaupa það, sko. En hann þurfti þess ekki að hann væri með allan að Mage Slayer, sko. Ég er að segja það hefði þurft Mage Slayer, sko. Já. Og ná líka ekkert að utilize að hvort diffuserlið. Nei, þetta diffusal gerir ekki neitt, sko. Þetta er 2-3 networth af ekki neinu, sko. Þetta er 10th anniversary kurýrin hérna. Ég er ekki fan. Við erum með gyrocopter moldvörpuna í gyrocopter drillvélinni hérna. Og eftir streymið það sem að þú call-outaðir default kurýrina sem voru í gangi, þá þurfti ég nú bara að checka hvaða kurýr ég var að rocka, sko. Og velja einhvern kurýr, sko. Maður á ekki að vera með default kurýr, sko. Það er byrju, hvað er þetta? Þetta er einhver amma, sko. Það er solo kill hjá Blísi á Ruffalo. Hann er að stæla. Og hann er bara í travels.
Sko, Blísi að spila offlane og hann næst í level 20 á 25 mínútum. Hann Já, næst 2 levelum fyrir ofan þetta er Viper. maðurinn sem með allt farmpræðu í liðinu núna, sko. En hann farmar líka bara hetjur, sko. Hann var brjálaður eftir leikinn á hann, sko. Herru, Vektor með gott Við náðum oldshot, þeir náðu turn. Til hamingju með það, hendakallar. Geta tekið eitthvað úr þessu. Sérðu kurrið eins og Settor, eða? Þetta klikkaði kurrið. Hvað þetta? Þetta einhver Ég mér ekki að ekki vinni þetta. Norna amma. Já, vá. Herru, hún er að hlaupa. Já, hann hlaupa á tunnunni. Hvað er að gera þarna? Ekki neitt. Viper góð með sjárd og það hakkis á turna. Ég held að vilja ekki soppin Viper. Nei, hann er líka með Aegis Já. og Beginner fer inn Ok. og þetta var helviti gott initiation, BKB og Windranger. Já, Sankingin kom til baklínuna. Ég segi gott initiation, bara eins gott þau gátu fengið. Já, í þeir eru þessari það langt stöðu. eftir á að Blísi er komin í pool. Þetta er ólastöða. Þetta er svolítið gali, já, góð að hengta þetta í, sko. Blísi er svo fucking farmaður, sko. Já. Það er zero fucks given. Fínt blade mail. 80 sin deyr loksins. Hann þarf að passa sig aðeins núna, hann ná ekki Bloodstone í 12 sekundur. En ég held ég sé bara að fara að enda leikinn, sko. Það nenni ekki eins og að taka megas. Nei, Axarinn er með clear sight á þessa turna. Það þarf að brenna mana aðeins svo hann getur ekki púsað svona. Nota diffúinn. Já, ok, Venge hverfur. Hung Daddy fór inn í einhvern. Já, í Mansonin. Hann nær honum ekki einu sinni, Mansonur lifir og Hung Daddy fellur. Já. Þetta var bara gott glimmer frá pollinum. Já. Og þeir kalla GG. Well played. Já. Og ég elska Axarinn að segja bara GG vel spilað. Það er svo mikið chat move að ég veit að hann er ekki að vera eitthvað kaldaðinn, sko. Hann er að segja þetta bara í alvöru. Já, ég meina. Einhver kóngur, sko. Gerði þetta líka síðast. Fylgur kóngur. Er Brummi að spila þennan SK spyr tjatið? Ég skil af hverju tjatið skrifar þetta. Þetta er bara... Ég skil það mjög vel. 21-15 MVP. Það er ekki tækt að stræta það. Mest hero damage, mest damage received í liðinu sínu. Flest lost it, flest kill. Já. Mesta networth. Mesta XP. Og gott að þetta bild, já, þessi leikur var mjög underwhelming með við fyrsta leikinn, sko. En já, 1-1 fyrir þessi seríu þá. Ég ætla að bjóða, ef að Hannes er að horfa á, maður nefndilega að koma í viðtal. Má svo ég ætla að tjekka hvort hann sé online. Brummi er bara ædul. Hann kannski bara að horfa á streymið. Já. Annars ætla ég að reyna að fá bara pollin í viðtal. Því að hann er allan online. Eða bara Blísi sjálfan. Já, Blísi mætir, held ég. Ég hef áhyggjur af vúvinni mínum. Nú? Hann virðist verið í low prio. Nei, í alvöru. Það er komin í single draft, bara svona. Snævar, sko. Já, góða kvöldi. Mannkerti. Já, sælir drengir. Herðu. Já, til að mikið með sigurinn og þvílík frammistaða í þessum leik. Já, ég ætla að hafna þessum aðdrótturum í tjattinu að halda Brummi að vera að spila, sko. Já. Það er mjög leiðilegt að heyra. Ég hef búinn að fara yfir þetta samt, sko, að þið fóruð í bootcamp. Jú, já, Já, það er rétt hjá þér. þetta var mikið hrós að vera kallaði Brummi. Þannig að Já, þetta er eiginlega
Ég myndi frekar taka í þannig sko, að það sé hrós frekar en Frekar en árás já, fyrir persónu. einmitt, af því að þetta er mikið Alls hrós. ekki árás á persónuna, sko. Ég var líka ánægð með itemið í þessu leik sko, við vorum með þetta ræða á streymuna þegar ég og Bergur vorum að kasta leik 1 að itembuildi var eitthvað ekki, okkur líkaði ekki frábærlega við það. Nei, það sko, leikur 1 náttúrulega var eitthvað að versta sem að ég hef allavega búið upp á í marga mánuði sko, þannig að Já, maður skilur það líka, já, ég ætla að svara fyrir það í leik 2 sko. maður reynir aðeins að breyta itemanu sínum kannski þegar maður er að tapa leiknum sko, en Já, Já. þetta bara gekk alltaf oft á fótunum líka. þetta var svaka revenge og bara því stopp maður. Við erum með hvað, 2 kill á mínútu og Já, við bara gjössalega völdið yfir og já. Hvað segir, hérna á millileikja, því náttúrulega tapir fyrsta leiknum sem var svona fram og tilbaka leikur en enda á tapunum. Hvernig var mórulinn eftir fyrsta leik og Og Var- hvað sagði Hannes við ykkur millileiki? já, var einhver, Hannes var að bíta í tunguna sína sko, þú veist, hann vildi segja mikið af hlutum, en hann var kurteis sko. já, Var hann En- kurteis, ok. ok? Já, en hann benti á nokkur hluti sem hefði mátt fara betur. Og þú veist, það var bara uppbyggileg gagnrýni og síðan reyndum við bara, tókum ekki leik 1 með okkur inn í sko draftið, þú veist, við héldum ennþá í sömu hugmyndafræði, völdum Einmitt. sömu, þú veist. já, Tókum ég aftur- er mjög ánægð með það, að heyra það. Já. Uh, Já, þannig að það er bara gott að heyra og virkilega sannfærandi sigur, eins og, já, leikur heitt hefði alveg geta farið á báða vegu. En hvað fannst að ykkar mati hvað klikkaði í leik heitt? Sko, við vorum bara, við vorum bara ekki að spila nógu vel saman, sko, við vorum bara rægir og hræddir og þú veist, þetta gekk svo illa öll leinin, eða þú veist, allavega, sko, offlanein alltaf gekk hræðilega, sko, ég vil ekki tala fyrir hin leinin, en það bara, við vorum eiginlega bara litlir, sko, Já, og þú veist, síðan vorum við að klúðra einhverju, þú veist, ég var eitthvað að stönna jörðina og þú veist, þetta var bara ekki gott, sko. já, tók líka svolítið langa tíma til við fengum loksins að sjá Mars Arena inn í Sun King ult inn í Snapfire Kisses, sko. Já, nokkulega, þú veist, við vorum bara ekki að spila nógu vel saman, sko, þú veist, við vorum ekki að nota galdarinn okkar vel Já, sem, sko, Á sem svona Smith á eining. axlarunum. Hvað Mars segirðu? Smith á axlarunum, eða? já, Já, Sem já, hversu já, já. mikið- Nei, ég sá ekki leik eitt, sko, sorry, ég var bara Já, að spyrja. já. En ok, þannig að þið bara, sem sagt, á milli leikja þá bara má uppbyggileg gagnrýni frá þjálfurunum og síðan bara gleyma leik 1 og beint inn í leik 2. Ég er bara ánægður með það, sko. Já. Að það er líka, sko, þegar maður tapa leik þá getur líka verið náttúrulega mjög hættulegt að breyta ómörgum bönnum, sko. Já, nákvæmlega, þú veist, við vildum ekki byrja allt í einu að fara eitthvað allt aðra átt, sko, út í við skitum í einu leik, sko, þú veist, við þurfum að halda eins í það sem við erum búin að vera að gera, sko, þú veist, á þessu móti. Einmitt, já, Við vildum ekki breyta mikið til. nákvæmlega. Já, ert þú með eitthvað meira á Randi eða spurningar úr chatinu? Það er bara engin spurning úr chatinu. Það er reyndar terminal withdrawal að bjóða mér að kaupa viewers, kannski maður hendi í það bara. Já, og Inge að henda í TSR for the win. Já. Það er ánægilegt líka, Randi, að vera með fulltrúa frá landsbyggðinni hérna í lýsingunni. Það er mjög ánægilegt. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Já, ef það er ekkert meira þá ætla ég bara að þakka fyrir spilið og segi bara virkilega vel spila og sérstaklega í leik 2, bara gjössanlega stompaði þá. Og Alveg óaðfinnanlegt, Já. myndi ég segja, sko. þetta var bara, Já. frábær leikur, sko. Yes, og vel lýst okkar og svona, Thank you. vel gert hjá okkur líka. Thank you. Þá Þangað ætla ég næst. bara, kveðja í bili, takk fyrir að koma í viðtal. Já. Og, Já. bless. Loka spurningu, já, blessaður. Og bara, þakka áhorfendum fyrir að hafa hort á þetta sub-tier streymi. Og þakka þér Randi fyrir að hoppa inn sem super sub fyrir Berg. Já, ég svaraði bara útkalli. Já,
þetta er bara hann á að vera sko. Það er virkilega gott að fá þig inn og með stuttum fyrirvara. Herru, við segjum það í bili. Já, Takk fyrir. segjum það, takk Árandur og góða nótt, bless. Það er endar streymi hjá Snorra, hann er að sýna skill í sjómóti Kid Carry, það er fyrsti leikur hjá Kid Carry. Þannig að ég ætla bara að fara að njóta mér að horfa á það. Ok, var hann að byrja? Hann byrjaði held ég, það er örugglega Game 2 í gangi, eða kannski er Game 1 ennþá í gangi, maður sjá. Þegar hvort ég get ekki reytað bara, Snorra. Það Jú, Game 1 er búinn. komið upp fyrir Game 2. Já. Einmitt. Herru, takk Alright. í bili, ég ætla að færa ykkur viewers yfir á hitt streymið og takk fyrir kastirandi. Við heyrumst. Alright, bye. Bye bye.